Góðan daginn. Í dag 10. maí 2023 og nú haldinn 37. fundur sveitarstjórnar Múlaþings. Hann haldinn í fundarsal sveitarstjórnar á Lyngássi 12 á Egilsstöðum og klukkan 1300 þegar fundurinn hefst. Fyrir fundinum í dag eru 26 mál og ég segi fundin hér með settan. Fyrsta mál á dagskrá erindisbréf nefnda. Fyrir liggja bókanir frá fundum ungmennaráðs dagsett 17. apríl 2023 og byggðaráðs Múlaþings dagsett 25. apríl 2023 varðandi breytingu á erindisbréfum ungmennaráðs og heimastjórna. Eftirfarandi tillögur liggja fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir tillögu ungmennaráðs varðandi breytingar á 8. grein erindisbréfs ungmennaráðs og felur skrifstofustjóra að sjá uppfærslu erindisbréfs ungmennaráðs. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir afgreiðslu byggðaráðs að erindisbréf heimastjórna verði uppfærð í samræmi við fyrirliggjandi tillögur. Sveitarstjórn felur skrifstofustjóra að sjá uppfærslu erindisbréfs heimastjórna. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Einhver sem vilja taka til máls? Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og ágæti fundamenn. Eins og áður hefur komið fram hjá mér fundi byggðaráðs og hef ég gert athugasemdir við að félagsheimilin hér á Héraði og Seyðisfirði séu undanskilin og að félagsheimili á Borgarfirði sé tekið út fyrir sviga. Ég algjörlega sammála því en það finnst mér að félagsheimilin eigi bara algjörlega að heyra undir heimastjórninnar en ég geri athugasemdir við að við setjum ekki öll félagsheimilin undir sama hatt. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla bara aðeins að bregðast við í rauninni þessum breytingum og orðum sveitarstjórnarfulltrúa Hildar Þórisdóttur og það var bara verið að útfæra eina setningu betur til þess, nú ég ekki með okkur tjánar, ég var ekki alveg undirbúin undir þetta, ég geti nú náði í það, en við vorum bara að skýra út hlutverk heimastjórnar sem var í einni setningu yfir í ítarlegri nokkra setningar, held ég 4, til þess að hafa þetta ítarlegur og skýrara og varðandi það að Borgarfjörður Eystri tekin út fyrir sviga. Það að B-hluta, já það var allavega út frá skipulagsmálum þar að B-hluti á Borgarfirði Eystri sér í rauninni samkvæmt þeirra samþykktum, sér félagsheimilið en við erum náttúrulega með sérfræðing í þessum málum sveitarstjórnarfulltrúa Eyþór Stefánsson sem getur nú komið upp en þetta skýringin, það alls ekki verið að fara að gera upp á milli byggðakjarna eða nokkuð, við viljum tryggja rödd allra byggðakjarna og ef það vilji heimastjórnar á Seyðisfirði að fara með stjórn mála í varðandi Herðubreið og fleira það eru ákveðnar skýringar að þetta boðið út, þetta svo misjafnleg aðferðafræðin á milli staða. En það engan veginn verið að ganga á hlut eitthvað en þarna ástæðan að það B-hlutin á Borgarfirði Eystri samkvæmt skipulagslögum sem voru í gildi sem að sjá þá þessi verkefni. Það bara skýringin en alls ekki verið að ganga á hlut eins og að gera að skoða þetta mál á hverjum stað fyrir sig en það eru skýringar, það bara allt öðruvísi utanumhald, útboð og rekstri og fleira sem að skýrir í rauninni þetta en það verið að reyna að gera þetta skýrara þannig að ég vona bara að þessar breytingar verði þessu aldandi að þetta sé skýrara en við erum ávallt að skoða okkar lög og reglur hér og gera þær meðfærilegri og skýrari og eins og fólk vill hafa þær og heimastjórnir þannig að það að gera að taka þær þá bara upp ef það en mér langar allavega að koma með þessa skýringu hér. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur óskað eftir að taka til máls. Frú forseti og annað fundafólk. Mér langar aðeins að koma inn á í þessari umræðu. Heimastjórn Borgarfjarðar tók þetta mál til dagskrár og veitti umsögn þetta
gagnrýndi nokkuð mikið og sagði úr því að vera að skoða erindisbréfin má ekki bæta ákveðnum atriðum við. Þetta breyttist ekkert eftir það og ég veit ekki hvort að menn líti svo á að það hafi verið haft samráð við heimastjórnir þegar það skiptir engu máli hvað það segja. Hins vegar það þannig og nota bene, ég var nú að fletta, ég ætlaði að finna bókunina og ég sé hann ekki einu sinni hérna undir málinu, bókun frá heimastjórn Borgarfjarðar, þegar ég fletti hérna niður listan á gáttinni. En gott og vel. Það sem allavega gott við þessar breytingar það alveg á hreinu að fyrra orðalag var mjög loðið og það vissi getum öll verið sammála það held ég, að það vissi enginn hvað í því fólst eða hvað það þýddi. Og það sem allavega breyting til batnaðar að veita umsagnir að því sé breytt hérna sem gamla setningi var að fara með umsjón menningarverkefna, félagsheimila, menningarhúsa og tjaldstæði í viðkomandi byggðarhluta þar sem það á við og það koma nýja setningar inn sem til dæmis að veita umsagnir menningarverkefni þegar eftir leitað, það bara fínt. Veita byggðarráði umsögn rekstrarfyrirkomulag félagsheimila og tjaldsvæða og starfsemi þeirra. Þannig verið að mínum dómi hverfa aðeins frá því fyrirkomulagi sem lagt var upp með að félagsheimilin ættu bara að heyra undir heimastjórnir. Það var minn skilningur í það minnsta. En ekki bara varðandi rekstur félagsheimilina og í því samhengi þá nefndi heimastjórn Borgarfjarðar sérstaklega hvað með ef að menn vilja selja félagsheimilin og ég veit að mér til efs að einhver hér vilja selja einhver félagsheimili í augnablikinu en fjárhagurinn erfiður og það getur bara vel verið að það sé eitthvað sem við þurfum að horfa til í framtíðinni. En gott og vel, svo það sem að stuðaði aðeins heimastjórn og fólk á Borgarfirði fara með verkefni stjórn og félagsheimila samkvæmt nánari ákvörðun og eftir því sem við á. Og þetta finnst okkur eiginlega bara svona hljóma svolítið þannig að við ætlum að leita álits heimastjórnar á rekstur félagsheimila þegar það hentar og þegar við getum verið nokkuð vissum að það ekki í mótsögn það sem við kannski sjáum fyrir okkur sjálf. Vegna þess að það alveg rétt sem kom fram í máli hjá Berglindi Hörpu Sólsdóttur, sveitarstjórnarfulltrúa, að það vill svo til að í augnablikinu Fjarðarborg B-hlutafyrirtæki. En það stendur til að breyta því þannig að það fari í A-hluta, þannig að þá munu þessar reglur heyra undir. Fjarðarborg, það nú tiltekið. Þannig að og hvað þýðir þetta? Ég get ekki sagt að þetta sé eitthvað orðið kýrskýrt eftir þessar breytingar. Fara með verkefni stjórn og félagsheimila samkvæmt nánari ákvörðun og eftir því sem við á. Það skýrt? Það allavega, já, ég veit það ekki. Og mér finnst alveg þess virði að segja af hverju frá því hvernig stóð á því að það var farið í að skoða breytingar á erindisbréfinu. Það kemur til vegna þess að margir innan stjórnsýslunar, eða það minn skilningur nota bene, margir innan stjórnsýslunar fannst heimastjórn og Borgarfirði bera of mikla ábyrgð og vera of mikil vera með það of mikið á sinni könnu að leiða þær breytingar sem standa til í Fjarðarborg. Nokkrir hérna inni. Og því farið að skoða erindisbréfin og þá átt að mig sjá því, já, þetta B-hlutafyrirtæki. Og þá kemur í ljós að við hefðum bara ef til vill átt að gera meira en við þó gerðum. Já, það bara reglur stjórn Fjarðarborgar. Þetta var bara eitthvað sem menn vissi ekki. Samt voru menn að hnýta í þetta. En já, ég allavega ekki alveg heimilifandi með þessar breytingar. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson lokið máli sínu. Er fleiri sem vilja taka til máls þessu leið? Svo ekki og þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem að samþykkja tillöguna réttu upp hönd. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Einhver sem sitja hjá. Einn sem situr hjá.
og einhverjir sem eru á móti? 1 á móti. Þá förum við í lið númer 2, gjaldskrár 2023. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs Múlaþings dags 25. apríl 2023 varðandi gjaldskrá fyrir félagsheimili Hjaltalund. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum að tillögu byggðarráðs staðfesti sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá fyrir félagsheimili Hjaltalund. Ég ætla að opna mælendarskrá undir þessum lið ef einhverju vilja taka til máls. Svo ekki. Ég ætla þá að bera tillöguna upp þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Við förum þá í lið númer 3, sumarleyfi sveitarstjórna 2023. Fyrir liggur að taka ákvörðun sumarleyfi sveitarstjórnar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að sumarleyfi sveitarstjórnar verði fyrir fundi þess 14. júní 2023 til og með 4. ágúst 2023. Byggðarráð mun fara með fullnaðar afgreiðslu heimild mála þann tíma, samanber 32. grein samþykkta stjórn Múlaþing. Fyrsti fundur sveitarstjórnar að afloknu sumarleyfi verði haldinn 16. ágúst. Þeir sem samþykkja, þá ætla að opna mælendarskrá undir þessum lið, afsakið. Einhver sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ætla ég að taka tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það samþykkt samhliða. Við erum þá komin í lið númer 4, reglur skólaakstur. Fyrir liggur bókun frá fundi fjölskylduráðs Múlaþings dagsett 4. apríl varðandi reglur skólaakstur í Múlaþingi. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu fjölskylduráðs staðfesti sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi tillögur að reglum skólaakstur í Múlaþingi og felur fræðslustjóra að virkja þær. Og ég ætla að opna mælendarskrá undir þessum lið ef einhver vilji taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og annað hundafólk, mér finnst ég verða að koma hérna upp undir þessum lið vegna þess að ég ekki alveg nógu ánægður með hvað stendur ekki í þessu reglum. Reglurnar eru alveg góðar gilda fyrir sig. Það var nefnilega þannig að fjölskylduráð Múlaþings, það voru mikil endurnýjun í ráðinu, 6 ný. Og þegar ráðið tók til starfa og byrjaði þá komu mörg erindi þar sem var verið að biðja einhvers konar undanþágur skólaakstur. Ekki undanþágur, heldur bara að biðja skólaakstur í skóla utan skólahverfis viðkomandi og þar sem ekki voru til neina reglur þetta, þá var okkur ekkert stætt á öðru annað en að neita þessu alltaf. Við gerðum ekkert annað en að neita öllum þessum beiðnum. Og það var bara full samstaða það í fjölskylduráði. Við viljum fá reglur það hvenær það stenst skoðun að íhuga að leyfa slíkan akstur. Og viljum fá það í reglur og bókuðum alltaf hverju einasta skipti sem við vorum að fást við svona beiðni, að við fælum sviðinu að taka reglurnar til endurskoðunar. Til þess, svo koma reglurnar og þær taka ekkert á þessu. En þær eru tilkomnar vegna þess að fjölskylduráð var að biðja þetta. Til dæmis get ég nefnt af hverju má mega skólabörn sem eru á jaðri einhvers skólasvæðis. Okkur mega þau ekki fara í einhvern annan skóla og kannski ef til vill skólaaksturinn hagkvæmari fyrir sveitarfélagið. Nei, það má ekki. Nú að hefjast, nú verið að samræma, skilst mér, hvenær skólarnir á Egilsstöðum og Fellabæ byrja. Sem gefur ákveðin tækifæri til þess að menn geti valið milli þess hvaða skóla menn sækja, hvort menn fari í Egilsstaðaskóla eða Fellaskóla. Strangt til tekið þá banna reglurnar, þessar reglur hérna sem við erum að samþykkja, banna það að það megi fara í Fellaskóla þó hann byrja á sama tíma. En til þess verið að samræma tímana til þess að menn geti valið skólana. Ef menn ætla að túlka reglurnar alveg til hins ítrasta, þá hægt að snúa það út úr því allavega. En ég ætla samt sem að samþykkja þessar reglur og ég ætla bara að halda áfram að berjast fyrir því að
við gerum það sem við ætluðum að gera inn í fjölskylduráði, en ég vildi bara segja þetta upphátt hér á þessum vettvangi. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson hefur óskað eftir að taka til máls. Hversu vel? Já, virðulegi forseti, ég kem hér upp til að bregðast við ræðu sveitarstjórnarfulltrúa Eyþórs Stefánssonar þar sem hann lýsir yfir svona óánægju sinni með það sem stendur ekki í reglum skólaakstur í Múlaþingi. Nú tek ég fram að þegar þessar reglur voru samþykktar í fjölskylduráði þá satt ég ekki þann fund en það var 4. apríl síðastliðinn. En það sem að mér finnst áhugavert eða sú staðreynd að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson samþykkti þessar reglur á fundinum 4. apríl í fjölskylduráði og hefði það mínum að verið í lófarlagið að gera athugasemdir við þetta þá í staði fyrir að koma á lýsi yfir óánægju núna, en get vel tekið undir að þetta alveg svolítið skrítið eins og maður ímyndar sér barn á Unnási sem vill fara í skóla á Borgarfirði en það ekki sama skólahverfi og þá fær hann ekki skólaakstur þarna á milli. En einhvers staðar þurfum við að draga mörkin og ég held að þessar reglur séu nú settar til þess að vera ekki að bjóða hættunni heim þá að því að það geti búið til rosalegt vesen að fólk ætti beinlínis rétt á skólaakstri á milli til dæmis Djúpavógs og Egilsstaða eða Djúpavógs og Borgarfjarðar eða eitthvað svoleiðis. En skil þessar athugasemdir hjá honum og legg til að við leggjumst yfir þetta þegar við endurskoðum þessar reglur næst. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Væntanlega bregðast við. Ertu að bregðast við? Já. Já, frú forseti og annað fundafólk. Aðeins að bregðast við því sem kom fram í máli Einars Freyrs Guðmundssonar minnum mig fyrirgefðu. Heitir það ekki? Svo margir varamenn að maður man ekki öll nöfnir. Já, ég gat alveg samþykkt þessar reglur vegna þess að ég alveg sammála öllu því sem stendur þar. Og ég gagnrýndi það bara mjög harkalega í fjölskylduráði að reglurnar dækju ekki til þess sem maður var byrjað á. Ég sá ekki tilgang með að bóka það vegna þess að það var ekkert að því að ég var ekki efnislega ósammála reglunum. Og ég grein ekki annað og ég held alveg að það sé slíkur vilji hjá öllum flokkum inn í fjölskylduráði að taka á þessu með einhverjum hætti. Og ég veit ekki alveg hver besta leiðin til þess, en það má eins og ekki vera gert með þeim hætti að það opni einhverjar flóðgáttir á einhverju rugli sem við ráðum ekki við. En sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson var ekki heldur í fjölskylduráði þegar við vorum að fara í gegnum þessa holskeflu af beiðnunum. Og það sérstaklega þess vegna sem ég nefndi þetta, því að þær voru margar og þá var umræðan alltaf svona inn í fjölskylduráði. Við verðum að forma einhverjar reglur til þess að við vitum hvenar það kemur til greina að verða við þessu og hvenar ekki. Eða hvort. Kannski viljum við ekkert að nein svona beiðni komi til greina. En þá verðum við bara að hafa það skýrt í reglum sveitarfélagsins að mínum dómi. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Mér langar að bregðast aðeins við. Ég sit auðvitað ekki í fjölskylduráði en ég sé að þetta hefur verið samþykkt og eins með lög og reglur skólaakstur og þetta gríðarlega erfitt og ég man eftir því þegar ég var formaður fræðslunefndar hérna á Fljótsdalshéraði að það voru alltaf að komin mál en eins og í Múlaþingi var verið að samræma reglur og við vitum það að Múlaþing það var víðfeðmesta sveitarfélag landsins, ég held að við séum næst víðfeðmesta núna en sökum þess þá þarf að vera eitthvað form á í grunninn, hvað við getum og við vitum það að það kostar náttúrulega mikla fjármuni ef við þurfum að fara algjörlega út á suður en ég held að það sé alveg markmið í hvert og eitt skipti að skoða öll mál og bregðast við hvort það sé nokkuð möguleiki. En ég rak líka bara augun í, að því ég satt nú ekki fundin, en maður rekur nú augun í og alltaf svo gaman að renna yfir fundagerðir ungmennaráðs að þar einmitt þessi liður og þar
með leyfi forseta, ef ég kannski fæ að lesa upp. Það eru skólaakstur fyrsti liður hjá þeim. Ungmennaráð kynnti sér reglur í grunnskóla Múlaþings sem samþykktar voru á fjölskylduráði 4.4.2023. Svo kemur ráðið fagnar því að það séu konar samræmdar reglur um skólaakstur í Múlaþingi og þeim breytingu sem heimila nemendum í dreifbíl að taka með sér vini í skólabílinn. Og þau þakka Sigurbjörgu fyrir greinargóð svör og góða kynningu. Þannig að þau kynntu sér þessar reglur en auðvitað er það alltaf þannig að það eru einhver mál og einhver beiðni skólaakstur og ég hugsa að það sé nú alltaf tekið fyrir og reynt eftir fremsta megni að mæta börnum og fjölskyldum eða er nokkur möguleiki á því innan ákveðina marka. En ég vil trúa því allavega. En mér langar svona að koma og framfæri allavega orðum ungmennaráðs inn í þessa umræðu undir þessu lið. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, annað gott að funda fólk. Ég er nú aðeins með öðru auganu fylgst með maður sletti þessum keisum sem hafa komið upp og skil þetta afskaplega vel að þarna kannski vantar reglurnar en mér finnst það dálítið undarleg þessu umræðu núna að fjölskylduráð er búið að afgreiða þetta en eiginlega kemur það fram í málflutningi sveitarstjórnarfulltrúa Eyþórs Stefánssonar að málið hafi kannski ekki verið full unnið. Þannig að ég eiginlega þá bara, ef svo er, og ég held að sé allt í lagi að setja einhverja reglur þetta, ef svo er, þá er allt í lagi að viðurkenna á sig þau mistök og ég eiginlega bara skora á sveitarstjórnarfulltrúa Eyþór að bera upp þá tillögu hér að staðan fyrir að samþykkja þessar reglur núna, þá er með þeim vísað aftur inn í fjölskylduráð til þess að bæta þá einhverju regluverki við hvað þetta varðar. Vegna þess að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hlýtur að vera með einhver fastmótaðar tillögur að því, ég veit ekki hvernig þær eiga að vera, hvort það eiga að vera þannig að breyting slík á skólaakstur, hún valdi ekki kostnaðaraukningu fyrir sveitarfélag, það geti verið ein nálgun, en ég bara skora á sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór að bera upp þá tillögu hér að þessu verði vísað inn í fjölskylduráð aftur til fullnaðarvinnslu vegna þess að eins og þetta hljómar í málflutningi sveitarstjórnarfulltrúa Eyþórs þá eru þessar reglur ekki fullnumar. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Væntanlega koma aftur með andsvars. Já, frú forseti og annað fundafólk. Þessar reglur sem liggja fyrir fundunum hjá okkur, þetta eru í rauninni bara verið að eða hvað ég segja, það verið að svona sýna hvernig staðan er nákvæmlega núna sem sagt og það er gott og þess vegna finnst mér ekki vera ástæða til þess að ég ætla að samþykkja þessar reglur hér á þessum fundi. Hins vegar ætla ég bara að taka það upp í fjölskylduráði að við tökum þessi köllum á vondri íslensku einhver svona ekstrím dæmi eða svona dæmi sem að falla ekki undir þessar reglur vegna þess að núna eru reglurnar komnar og samkvæmt þessum reglum þá er bara neita öllum þessum beiðnum umhugsunarlaust. Þannig er bara reglurnar og það er nú oft talað að við bara fara eftir reglum. En það var, kannski fara að endurtaka mig, það var alveg vilji hjá öllum flokkum að sum mál væri þess eðlis að það væri ef til vill ástæða til þess að skoða þau, en þá fórum við alltaf að hugsa fordæmin. Ef þú leyfir þetta á þessum grundvelli, þá getur ekki neita þessum á þessum grundvelli og svo framvegis. Þannig að við setjum okkur einhvers konar reglur, hvað má ekki. Til dæmis af því að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson spyr mig svona einhver grind hjá mér, svona hvað ég sé fyrir mér. Ég geti séð fyrir mér ef að breyting á skólaakstri hefði óverulegan eða engan kostnað, auka kostnað eða auka akstur í för með sér fyrir önnur börn. Þá væri það tilfelli sem mætti skoða. Mögulega ef að það er einhver eineltismál eða eitthvað slíkt, að kannski ætti að opna á þann möguleika að maður geti farið og það er alveg gert, þú veist, þegar að koma upp einhver svoleiðis mál, einhver svona félagsmála mál, þá er það nefnilega alveg skoðað
og þá er einmitt beygt frá reglunum. Það er núverandi fyrirkomulag. Þess vegna vil ég að reglurnar komi með einhverjum hætti inn á þetta, veit ekki alveg nákvæmlega hvernig. En ég ætla ekki að verða við áskorun sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar hér að vísa málinu frá vegna þess að þessar reglur, þetta eru bara að kjarna það núverandi fyrirkomulag sem er og núverandi óbreytta fyrirkomulagið í þessu og gerir það bara ágætlega. En ég ætla hins vegar svona nokkurn veginn að verða við áskorun hans, að ég ætla bara að taka þetta upp í fjölskylduráði og vinna málið áfram. Vegna þess að það er betra að hafa þessar reglur heldur en engar reglur. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið. Svo er ekki þá tekið tillögunum til afgreiðslu. Þeir sem að samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í leið númer 5. Fyrir liggur minnisblað frá skrifstofustjóra varðandi staðfestingu vegna búsetuskipta í Mýnesi samkvæmt 36. grein jarðalaga. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir að ábúendur í Mýnesi, þau Guðjón Einarsson og Erla Þórhildur Sigurðardóttir, hafa setið jörðina vel og mælir sveitarstjórn með því að þau fái jörðina keypta. Umræddir ábúendur eiga lögheimili í Mýnesi og hafa búið þar frá árinu 1975. Á umræddri jörð stunda ábúendur ekki búskap en ástand íbúðarhús er í góðu lagi en fjós og hlaða frá 1950 eru úreld. Ég ætla að opna mælendarskrá undir þessum leið ef einhver vilja taka til máls. Svo er ekki þá tekið tillöguna til afgreiðslu þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í leið númer 6. Kosning fulltrúa í embætti stjórnir ráð og nefndir. Fyrir liggur að Sunna Dögg Markvað Guðjónsdóttir hefur beðist lausnar sem varamaður í sveitarstjórn Múlaþings. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að verða við ósk Sunnu Markvað Guðjónsdóttir lausn sem varamaður í sveitarstjórn Múlaþings. Ég ætla að opna mælendarskrá undir þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Svo er ekki þá tekið tillöguna til afgreiðslu þeir sem samþykkja rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 7. Aðalfundur árssala árið 2023. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs Múlaþings dagsett 2. maí 2023 varðandi breytingu á samþykktum byggðarsamlagsins árssala BS. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir tillögu aðalfundar árssala BS dagsett 24. apríl 2023 varðar leiðréttingu á 5. grein samþykkta byggðarsamlagsins árssala BS. Ég opna mælendarskrá undir þessum lið ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki þá tekið tillöguna til afgreiðslu þeir sem samþykkja rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 8. Fundagerð stjórnar skólaskrifstofu Austurlands 2023. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs Múlaþings dagsett 2. maí 2023 varðandi tillögu aðalfundar skólaskrifstofu Austurlands. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir tillögu aðalfundar skólaskrifstofu Austurlands dagsett 28. mars 2023 varðandi það að öllum rekstri byggðarsamlagsins verði hætt í árslok 2023 og því slitið á grundvelli stöðu og efnahags í árslok 23. Og ég ætla að opna mælendarskrá undir þessum lið ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki, þá ætla ég að taka tillöguna til afgreiðslu þeir sem að samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið númer 9. Aðalskipulagsbreyting akstursíþróttasvæðindi Skagafelli á Eyvindarárdal. Auglýsing tillögu vegna breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 fyrir akstursíþróttasvæðindi Skagafelli á Eyvindarárdal er lokið. Ein athugasemd barst á auglýsingartíma og liggur fyrir sveitarstjórn að taka hana til umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi drög að svörum við athugasemd þeirri sem barst við tillögu að breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 vegna akstursíþróttasvæðis í Skagafelli. Ég opna mælendarskrá undir þessum lið ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki, þá tekið tillöguna til afgreiðslu þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 10. Aðalskipulagsbreyting námur vegna Axarvegar. Fyrir liggur breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 vegna efnisnáma við Axarveg sem var auglýst og lauk auglýsingartíma 4. maí 2023 og bárust engar athugasemdir.
Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög að breyttu aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 vegna efnisnáma við Axaveg og felur skipulagsfulltrúa framkvæmd málsins. Við opnum mælendaskránum til þessum lið ef einhver vill taka til máls. Svo ekki og þá ber ég tillöguna upp. Þeir samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 11, Reykjavíkurflugvöllur. Til umfjöllunar staða mála varðandi framtíð Reykjavíkurflugvallar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings leggur áherslu á mikilvægi Reykjavíkurflugvallar fyrir innanlands- og millilandaflug, enda er Reykjavíkurflugvöllur aðgengi almennings, atvinnulífs og stjórnsýslu að mikilvægum innviðum landsins. Reykjavíkurflugvöllur sinnir einnig því mikilvæga hlutverki að hann fer sjúkraflug fyrir sjúklinga sem geta ekki sótt læknisþjónustu í héraði og þurfa því að ferðast landshorna á milli til að fá nauðsynlega aðstoð og þá er oft bráðaþjónustu að ræða. Í gildandi samgönguáætlun fyrir árin 2020 til 2034 kemur fram að miða skuli við að Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt á meðan annar jafngóður kostur eða betri er ekki fyrir hendi. Því er mikilvægt að tryggja flug- og rekstraröryggi flugvallarins. Sveitarstjórn Múlaþings hvetur Reykjavíkurborg til að standa við samkomulag ríkis og borgar frá árinu 2019 og áréttar að ekki verið farið í uppbyggingu sem gæti haft áhrif á flug- og rekstraröryggi flugvallarins. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vill taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundamenn. Ég vil endilega koma hér upp undir þessum lið, Reykjavíkurflugvöllur. En tillaga bókun hér í dag sýnir áhyggjur okkar í sveitarstjórn Múlaþings hvernig markvisst er þrengt að Reykjavíkurflugvölli. Bókunin felur einnig í sér hvatningu til Reykjavíkurborgar að stoppa þær framkvæmdir sem virðast vera að fara af stað og eru líklegar til að hafa áhrif á flug- og rekstraröryggi flugvallarins. Reykjavíkurflugvöllur er lífæð landsbyggðarinnar. Líf okkar er í húfi að ekki sé þrengt að vellinum. Það er alveg víst. Þannig komust við í lífsbjargandi úrræði á sem styrstum tíma sem eru rök sem varða almannaheill og skipulagsvald eins sveitafélags ætti ekki að hafa það vald í hendi sér að geta ógnað því með framkvæmdum í návigi við Reykjavíkurflugvöll. Í bráðaerindum á landsbyggðinni skipta mínúturnar máli. Ég er kannski eins og rispiplata og segi þetta mjög oft en ég tel að sú rispaða plata sé að hjálpa okkur í þeirri uppbyggingum allt land. En varðandi mínúturnar, þá skipta þar máli því við erum í margra klukkustunda fjarlægð frá lífsbjargandi úrræðum sem íbúar á suðvesturhorninu hafa sér við hlið. Þingsályktunartillaga mín sem ég hef í tvígang lagt fram á Alþingi gengur einmitt út á að taka faglega upplýsta fullbráða greiningu á sem skemmstum tíma á Austurlandi því á landsbyggðinni er heildarferðartíminn langur. Að komast að heiman til læknis og er þá sumar, vetur, hvernig er farðin, fá síðan fullbráða greiningu, hvar farðu hana, bíða svo eftir sjúkraflugi, flugtíminn suður og hvað svo að það verður ekki hægt að lenda á Reykjavíkurflugvelli. Þetta eru áhyggjur mínar. Ef sjúkraflugi er beint frekar til Keflavíkur, þá segja fagmenn í sjúkraflutningum að 1 klukkustund muni bætast við ferðatíma okkar að lífsbjargandi úrræðum. Aukning í þeim ferðatíma endurspeglast í lengra flugi, lengri tíma tekur að leggja vélinni á Keflavíkurflugvelli sem er mikil flugumferð og stór völlur og komast af vellinum og lengri akstursleið frá Keflavík að Landspítalanum. Þannig að það úrræði þegar verið að tala það að færa til dæmis flugið þangað sem hefur oft verið í gegnum tíðina, það er bara ekki að gera sig. Við höfum ekki þennan tíma. Sveitarfélög allt land leggja nú fram bókanir varðandi áhyggjur sínar af framkvæmdaleyfi til uppbyggingar í Skerjafirði. Á Reykjavíkurflugvelli voru 3 nothæfar flugbrautir en þegar Valshverfið var byggt þá þurfti að loka suðvesturbrautinni sem gjarnan var notuð í suðvestanátt. Síðan þá hafa flugmenn neyðst til að lenda oftar í meiri hliðarvindi á öðrum brautum. Ef brautarskilyrðin þar er ekki nógu góð, er ekki hægt að lenda vegna hliðarvinds.
Það hverfi hefur því aukið verulega á ókyrrð í almennu aðflugi og suðvestubrautinni var lokað. Þannig að sporin hræða í þessu sem ég er búin að vera að fara yfir. Reykjavíkurflugvöllur varðar almannahagsmuni og hann ættu því að gilda önnur lög en skipulagsvald þess sveitarfélags þar sem hann er staðsettur. Það er algjörlega mín skoðun og mikilvægt að þau lög muni fara í gegn á Alþingi. Þessum lögum þarf að breyta á Alþingi og standa þannig vörð mikilvæga innviði sem allir íbúar reiða sig á og Reykjavíkurflugvöllur er einn af þeim. Ég vil gera orð Lindu Gunnarsdóttur yfirflugstjóra hjá Icelandair að mínum þar sem hún segir, með leyfi forseta, að það sem gerist þegar byggð er nálægt flugvelli er að hún hefur áhrif á vinda og getur aukið á ókyrrð og misvinda í ákveðinni vindátt og ákveðnum vindstyrk. Það sem gerist líka þegar þú byggir nálægt flugvelli er að þú ert að þrengja að öllum möguleikum til framtíðar. Það verður mikil ókyrrð, það er bara þannig, það er verið að byggja í kring og það er verið að þrengja af öllum möguleikum til framtíðar. En svo er það ákveðin úrræði sem hafa verið til tals, mótvægis aðgerðir. Ég bara er hrædd við þetta sökum, eins og ég segi, þessar uppbyggingar sem var til þess að sjúkraflug geta síður lent á Reykjavíkurflugvelli. En þetta eru orð á sönnu og ég hef þessar sömu áhyggjur og sá fagmaður sem lét þessu orð falla. Og ég hef líka áhyggjur að komi mögulega skerðingar á flugi eins og staðrendi var þegar valskjörfið var byggt. Þannig að við verðum að horfa í söguna og þetta hefur áhrif og hvort sem að mótvægisaðgerðir séu nægar þá mun líka byggð þrengja vellinum. Þannig að ég hef gríðarlegar áhyggjur að þessu og brenn eins og fyrir heilbrigðismál, bráðaþjónustu og þetta skiptir okkur bara gríðarlegu máli að það sé vandað vel til og staðið við það sem hefur verið sagt. Þannig að ég er hrædd við þetta. En ég ætla að láta þetta duga hér í dag í þessar ræðu og ég kem til með að styðja bókunina og vona að bókanir sveitarfélaga landsbyggðarinnar og vonandi fleiri sveitarfélaga all land muni ná að stoppa þessa framkvæmdir Reykjavíkurborgar sem er gríðarlega ókvíð starfsemi og mögulega uppbyggingu Reykjavíkurflugvallar til framtíðar. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og annað fundafólk. Ég get staðist allt nema freistingar. Ég byrja þessa ræðu minni tilvitnun í Óskar Wilde því að þetta mál freistar mín gífurlega. Ég hélt að það væri viðtekin venja á sveitarstjórnarfundum að þeir sem fara fram á mál séu sett á dagskrá og fá að fylgja því úr hlaði. Þess vegna setti ég á mig Grettu áðan þegar sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa var hér á undan. En gott og vel. Þetta mál er náttúrulega kómískt fyrir þá sem fylgjast með pólitík. Og það sem ég vil búin að semja hérna ræðu ýmislegt og sko það er ekkert aðalega efnistökin sem stuða mig hérna á vettvangi Múlaþings, það er svona kannski aðeins í ferlinu sem mér finnst ekki alveg til allrar fyrirmyndar. Málið eða ferlið þess er nefnilega birtingarmynd alls þess sem er óþolandi í íslenskri meiri- og minnihluta flokkapólitík. Mér ber sem fulltrúi minnihluta að draga það fram og gagnrýna þegar mér finnst meirihluti ekki vera að vinna eftir lýðræðisreglum og því er ég komið hér upp. Ef ég gerði þetta ekki, þá væri ég ekki að vinna vinnuna mína. Aðeins varðandi hvað málið snýst. 27. apríl birtist á heimasíðu stjórnarráðsins niðurstaða starfshóps sem Sigurður Ingi Jóhannsson, innviðaráðherra, skipaði til að meta áhrif nýrrar byggðar í Skerjafirði á flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Í fyrstu málsgrein fréttatilkynningarinnar segir að byggðin muni að óbreyttu þrengja að og skerða nothæfi Reykjavíkurflugvallar nema vegna breytinga á vindafari.
Starfshópurinn telur þó ekki þörf á að hætta við byggingarhugmyndir í Nýja Skerjafirði og bendir á mögulegar mótvægisaðgerðir. Inn á vef Stjórnarráðsins segir jafnframt: Innviðaráðuneytið og Reykjavíkurborg hafa tekið ákvörðun að hafist verði handa við jarðvegsframkvæmdir og þar með undirbúning uppbyggingar í Nýja Skerjafirði. Ég ítreka þessa setningu vegna þess að framsóknarmenn víðum land hafa farið í varnarstöðu gagnvart málinu og virðast þeir einna helst ekki taka undir að gagnrýna skuli innviðaráðherra því þetta séu ákvarðanir Reykjavíkurborgar, líkt og fyrirliggjandi bókun fyrir þessum sveitarstjórnarfundi ber merki En aðalástæða þess að ég kem hér í pontu svo að mér finnst ekki í lagi að meirihluti Múlaþings hafi ekki ætlað að taka málið á dagskrá sveitarstjórnar. Risastórt hagsmunamál landsbyggðanna ekki á dagskrá akkurat núna þegar málið í brennidepli fjölmiðla og umræðunar og Múlaþing ætlaði að sveitarstjórn Múlaþings ætlaði að skila auðu þar sem einn flugvalla landsbyggðina og því hagsmunir Múlaþings síst minni en annara landsbyggðarsveitarfélaga. Það fyrir tilstilli þess sem hér stendur að málið á dagskrá sveitarstjórnar og það bara sanngjarnt að kjósendur viti það. Þetta mál sýnir að mínum dómi svo sannarlega galla við fulltrúalýðræði. Það skiptir ekki máli hvort meirihluti sé fyrir tilteknu máli í sveitarstjórn Múlaþings, það þarf að vera meirihluti fyrir því í meirihlutanum. Ég get ekki kvittað upp á það og mun vinna gegn því að stjórnmálaflokkar í meirihluta, hvort sem þeir séu til vinstri eða hægri, hafi neitunarvald þegar kemur að því að setja mál á dagskrá. Það væri vond þróun fyrir lýðræði og til þess fallið að auka enn misvægi þeirra sem veljast í meiri og minnihluta hverju sinni. Allir sem fylgjast með pólitík eru líklegir að draga þá ályktun að ástæða tregðu framsóknarmanna við að gagnrýna það sem að gerast í málinu hver situr í innviðaráðuneytinu og svo hver verðandi borgarstjórar í borg þar sem ríkir mikill húsnæðisvandi sem væri gaman að vera sá sem reddar. Það kaldhæðnislegt að góð kosning framsóknar all land sem hafa kennt sig við flugvallarvinn í borginni verði til þess að málið mæti ekki jafn mikilli andstöðu en ella á landsbyggðunum. Ég stenst allt nema freistinguna. Ég ætla með leyfi forseta að vitna hérna í eina blaðagrein sem var rituð 14. september 2020 af fyrrum sveitarstjórnarfulltrúa Stefáni Boga Sveinssyni. Hún hét Viðrinni svarað og þá var hann að svara þeim sem hér stendur og ég ætla að fá að grípa í greinina. Ekkert af framangreindu hefði hins vegar gefið mér nokkur tilefni til að svara grein Eyþórs ef hann hefði ekki helgað stóra hluta greina sinnar því að ásaka sveitarstjórnarfólk sem tilheyrir stjórnmálaflokkum á landsvísu að spyrja sig fyrst og fremst hvað sé best fyrir flokkinn sinn. Að því sé ekki treystandi til að taka ákvarðanir byggðar á bestu mögulegu upplýsingu hverju sinni og aftur á að taka ákvarðanir út frá hagsmunum stjórnmálaflokks. Ég veit ekki hvort Eyþór gerir sér fulla grein fyrir því hvað hann að saka mig og annað sveitarstjórnarfólk sem tilheyrir stjórnmálaflokkum á landsvísu Á okkur hvílir bæði lagaleg og siðferðisleg skylda til að hafa ákvörðum okkar aðeins í samræmi við hagsmuni sveitarfélagsins sem okkur trúa fyrir. Það gerir undantekningarlaust og sárnað að vera borið annað á brýn. Þetta annað að tvennu vanhugsaður hófið fram af Eyþórssólfi eða óþolandi dylgju sem ekki hægt að sitja undir. Tilvitnun lýkur. Og ég get alveg gengist við því núna að þetta var kannski ekkit alveg sanngjarnt. En ég held að framvinda þessa máls hérna hjá okkur í Múlaþingi sýni við værum að gera þetta öðruvísi. Sveitarstjórn Fjarðabyggðar búin að klofna í málinu. Meirihluti Fjarðabyggðar klofnaði í málinu. Ellist í Fjarðabyggð sem mynda meirihluta með Framsóknar kaus með ályktu sjálfstæðismanna. Þannig að mér finnst einsýnt að nálgun sveitarstjórnar Múlaþings eða meirihluta Múlaþings á málið öðruvísi en ella út af því að einhvers konar flokkshollusta að þvælast fyrir. Og það má alveg, en þá mega menn bara gangast við því þegar svo Mér finnst þetta mál sem hér til umræðu einmitt vera skýrt dæmi hvernig flokkslínur geta þvælst fyrir. Þar vísa ég til þess hvernig flokkar hafa nálgast málið hingað til, en einnig á
staðreynd að ekki stóð til að hafa málið á dagskrá. Því held ég að vinur minn Stefán Bogi ætti kannski að fara að skrifa aðra grein sem heitir Sorry viðrinni. Innviðaráðuneytið segir sjálft á heimasíðu Stjórnarráðsins 27. apríl að það ásamt að Reykjavíkurborg sé að taka ákvörðun að hefja jarðvegsframkvæmdir í Skerjafirði. Af hverju má þá ekki gagnrýna ráðuneytið þá ákvörðun? Manni uggar við lestur skýrslu starfshópsins, held að óumdeilt sé að þetta hefur áhrif á skilyrði Reykjavíkurflugvallar. Mótvægisaðgerðirnar felast margar hverjar í því að skoða þetta og hitt. Skoðum þá þetta og hitt áður en við tökum ákvörðanir að hefja framkvæmdir. Við sem erum lýðræðislega kjörnir fulltrúar í landsbyggðarsveitarfélagi ber skylda til að standa vörð þessa gríðarmiklu hagsmuni sem eru undir varðandi tilverurétt fólks á landsbyggðinni. Rétt eins og kom fram í máli Berglindar Hörpu Svavarsdóttur sveitarstjórnarfulltrúa hér áðan þetta okkur gríðarlega mikilvægt. Okkur ber að gera það á því allra stærsta sviði sem við eigum og getum, sem þessi ponta hér. Og við öll sem erum hér vitum alveg að það nógu erfitt að láta það heyrast það sem hér sagt alla leið til Reykjavíkur þó að þetta sé síðan ekki sett þá í einhverja undirnefnd sem með ennþá minni mæk og ennþá minna sveið. Ekki undirnefnd á lokuðum fundi heldur hér í sveitarstjórn. Ég get staðist allt nema freistinguna. Já, ég ætla því að leggja fram breytingatillögu og breyta því hvernig ég hef starfað hingað til og ætla að biðja fólk hér afsökunar á því. Ég hef aldrei komið með breytingatillögu án þess að vera búin að láta meirihlutann vita því með góðum fyrirvara. En þar sem að efni þessara tillögu ætti að vera meirihlutanum vel kunnt, leyfði ég mér að gera það ekki að þessu sinni. Og það geri ég líka vegna þess að mér blöskraði að þetta mál stæði ekki til að vera á dagskrá þessum fundar og þess vegna hlýt ég að mega gjalda líku líkt og láta meirihlutanum aðeins blöskra líka. Breytingartillagan hljóðar svo. Múlaþing lýsir yfir þungum áhyggjum vegna ákvörðunar innviðaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar uppbyggingu í Skerjafirði. Með ákvörðuninni samkomulag ríkis og Reykjavíkurborgar frá 2019 haft að engu þar sem forsenda þess var að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar þar til nýr flugvöllur tilbúinn til notkunar. Reykjavíkurflugvöllur sinnir mikilvægu hlutverki og lífæð landsbyggðanna. Með uppbyggingu Skerjafirði vegið að framtíð og öryggi landsbyggðanna gagnvart sjúkraflugi og nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu sem á aðgengi almennings, atvinnulífi og stjórnsýslu að mikilvægum innviðum. Múlaþing skorar á borgarstjórn og innviðaráðherra að fresta ákvörðuninni þar til að sú vinna sem lagt var upp með í fyrrgreindu samkomulagi sé lokið og framtíðarlausn innanlandsflugs tryggð. Ef þetta hljómar kunnulegi eyru einhverra það vegna þess að þetta ályktun 14 oddvita Sjálfstæðisflokksins á landsvísu, meðal annars oddvita Múlaþings, sem mér persónulega finnst betri en svo bókun sem liggur fyrir fundinu núna og því legg ég hana hér fram í mínu nafni. Ég bendi jafnframt á að miðað við það sem stendur á vef Stjórnarráðsins þá eigum við að gagnrýna ráðuneytið líka vegna þess að ráðuneytið segir á heimasíðu Stjórnarráðsins að það sé að taka þetta ákvörðun. Af hverju eigum við þá bara að gagnrýna Reykjavíkurborg? Ég held að okkur veit ekkert af æfingu að því að fara að gagnrýna innviðaráðuneytið því ég óttast mjög að það séu nægar ástæður framundan til þess að gagnrýna það. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson lokið máli sínu. Berglind Harpa Svavarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi beðum að taka til máls. Forseti, góðir fundarmenn. Leyfa sveitarstjórnarfulltrúa Eyþór Stefánsson að hann svo yfir sig spenntur núna og heldur hann sé bara búin að hræra í einhverjum rosagraut og hann sjóði út úr. En við skulum bara alveg róa okkur hérna og okkur frjálst að segja hvað sem hér og enda erum við í pólitík til þess að tala út frá hjartinu það sem við brennum fyrir. Og ég heyrði það líka á þinni ræðu að það var akkurat það sem var. En ég skal segja líka að má nú ekki segja þér, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, að ég brenn fyrir þessu málefni líka. Það akkurat þannig.
Við skulum bara byrja á því þegar það koma hérna yfirlýsingar að þetta eigi ekki að setja þetta á dagskrá. Sveitarstjórnarfulltrúinn hefur farið yfir þau bókun og drög sem að 14 oddvitar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram. Þar var alveg skýrt hvað við ætlum að gera, það ekki spurning og það einmitt þetta að koma í veg fyrir þessa framkvæmdir. Ef að sveitarstjórnarfulltrúinn hefur fylgst með bókunum hér á landi sem hafa verið að koma fram út frá þeim sveitarfélögum, þá misjafnt hvort að bókunin kemur frá bæjarráði, byggðarráði, bæjarstjórn, sveitarstjórn, hvað það er. Af því að það var nú vitnað í bæjarráð Fjarðabyggðar, þá fór bókunin fram þar og það er bara vilji eða bara spurning hvar fólk vill afgreiða. En það er algjörlega ljóst að hjá Eyþóri Stefánsssyni sveitarstjórnarfulltrúa að hann vill að þetta fari fyrir sveitarstjórn. Mér finnst það að verði að koma fram að ég ætlaði að taka þetta mál fyrir í byggðarráði og taka umræðuna þar. Við áttum ég svaraði pósti varðandi þetta, hvort ætlum ekki að taka þetta fyrir og ég svaraði því, ég ætlaði að taka þetta þar. Þannig að það var ekki þannig að það ætti ekki að taka þetta mál fyrir, það átti að taka það fyrir og það hefur bara verið misjafnt og við höfum misjafna skoðanir á því hvort það sé byggðarráð eða sveitarstjórn og hér eigum við víðtæka umræðu og auðvitað er það mjög gott og í öllu þá reynum við að taka bestu ákvarðanir hvar það er og hér erum við stödd og hér erum við að taka á þessu málefni. Þannig að það átti ekki að setja þetta ekki á dagskrá en út frá vilja sveitarstjórnarfulltrúans þá kemur þetta hingað en ég bað nú fyrst orðið ég held að hafi nú bara verið þannig áðan hvort sem að það hafi verið rök fyrir því að hver hafi komið með málið eða ekki en allavega ég að koma með þetta mál en þá byrst ég nú bara afsökunar því að ég hef riðist fyrir fram að því. Við brennum bæði fyrir þessu málefni sem er bara gott, þá verðum við bara kraftmeiri. Varðandi, hvar á ég byrja varðandi aðferðafræði í pólitík, maður er alveg séð pólitíkina hvað hún getur verið hvöss og alls konar, hvernig hún getur verið en maður þarf alltaf að horfa til þess hvernig maður kemur málunum helst til leiðar. Þá er ég ekki að tala að gefa eitthvað afslátt. Ég er sveitarstjórnarfulltrúinn Eyþór Stefánsson las upp nákvæmlega bókunina sem fylgdi með fréttinni. Þessi bókun hefur ekki verið að birtast frá sveitarfélögum nákvæmlega svona heldur hún umorðuð á ákveðin hátt og þó að við séum meirihluti og komum með ákveðna bókun þá meinum við algjörlega það sama og mér finnst hún algjörlega bókun sem við leggjum hérna fram þó hún sé ekki nákvæmlega orðrétt eins og í fréttatilkynningunni þá finnst mér hún öflug og við erum búin að taka víðtæka umræða hér þannig að ég er ekki að gefa neinn afslátt þrátt fyrir að það sé verið að ræða eða sett fram á okkur annan hátt. Varðandi aðferðafræði að klæja í fingurnar við að espa hinn og þennan upp, það er bara misjafnt hvað gefur okkur gleði í lífinu en ég er ekki alveg þannig en maður á að vera fylginn sér og ef mann líður þannig þá má maður bara vera fylginn sér en ég held nefnilega líka bara eins og bara á Austurlandi í gegnum tíðina eins og bara hrepparígur og fleira svona þegar maður býr til eitthvað svona þetta er alveg frjálst að segja sína skoðun og fleira en ég held að það bara hjálpi ekki til að við reynum ekki að sýna samstöðu og vera öflug í bókunum. Ég held mig við tillögu að fyrri bókun og mér finnst slæmt ef við erum farin að tala kannski svolítið orðljótt og rosalega hvers og ég held við komumst ekkit lengra með það en ég virði allt sem þú segir og þú brennur fyrir það sem þú segir og vinnur að. Ég ger það líka en ég vona að ég hafi farið yfir það helstu atriði sem að mér svona brá við að heyra og vildi endilega svara fyrir sjálf á mig af hverju við erum með þessa bókun og af hverju þetta er tekið hér, þetta átt að taka í byggðarráði þannig að ég bara ána með það við ákveðum sem taka þetta hérna, þetta var bara misjafn aðferðafræði hvað sveitarfélögin að gera þannig að það er bara gott að þú ýtir undir það við tækjum þetta frekar hér, eigum góða umræði en ég þakka bara fyrir áheyrnina á þessum rökum mínum, takk fyrir.
Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og ég ætla að biðja annan forseta að taka við þar sem forseti hyggst taka til máls. Fyrsta, já. Já, sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir er beðin máli. Já, takk fyrir. Fyrsti forseti. Og annað gott funda fólk. Ég held að mér finnst afskaplega leiðilegt að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson fái meira upp úr því að æra óstugan og reyna að finna eitthvað höggstað á meiri hlutanum að því við séum nú Framsókn og Sjálfstæðis og landsvísu séum við nú eitthvað að núast og mér finnst afskaplega leiðilegt að málstæðurinn sem er uppbygging og það sem er að gerast á Reykjavíkurflugvelli skuli einhvern veginn hverfa þá í hítina frá því sem það er algjörlega að gera okkar mann glaðan hér að það er að reyna að athuga hvort að hann geti ekki fengið meiri hlutan til þess að fara svolítið einhvern veginn upp á móti hver öðrum að því að Berglind Harpa sé nú með einhver eina bókun og Framsóknarfólk sé með einhver aðra bókun. Mér finnst þetta svona frekar, já, svo ég fari nú í grein Stefánsbúa, mér finnst þetta illa vegið að okkur. Við erum að vinna það heilhuti hér og málefni Reykjavíkurflugvallar eiga að vera hér til umræðu á þeirri forsendu sem hún er fyrir framan okkur, ekki á landspólitíska vísu. Og það bara svo það sé sagt að þegar Berglind Harpa var að tala það var misjafnt hvernig sveitarstjórnin var að taka á þessu, að það eru vitaskuld sveitarstjórnir allt land sem verið setta saman af Framsókn og Sjálfstæðisfólki og þar hefur verið lagt áherslu á það að finna einhverja bókun sem allir geti verið sammála og við erum sammála þessa bókun. Hún segir algjörlega nóg og hún segir það sem segja þarf. Og varðandi Reykjavíkurflugvöll sem sannarlega það sem til umræðu en ekki hvernig máli kom á dagskrá eða hvaða bókun hér fyrir fundinum. Að mig langar bara þess að fjalla það skiptir gríðarlega miklu máli að tryggja rekstrar og flugöryggi flugvallarins og ég get alveg tekið undir það sem Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi hefur tekið hér fram að þær mótvægisaðgerðir sem lagðar eru til að þær eru kannski síst samfærandi og þess vegna held ég skiptir mjög miklu máli þegar farið verður í deiliskipulagið á þessu svæði að það sé algjörlega skýrt svarað hvernig Reykjavíkurborg ætla að gera þetta og það verði ekki farið af stað nema það sé algjörlega tryggt að flug- og rekstraröryggi flugvallarins sé á hreinu. Og það kannski aðalatrið og hvernig verður það gert? Það kannski ekki alveg á tæru og eftir því sem mér skilst þá nú líka bara gróðurinn í Öskjuhlíðinni farin að verða það hára, hann líka farin að verða til vandræða við lendingar á Reykjavíkurflugvelli. Þetta okkar eini flugvöllur, þetta okkar tengingu höfuðborgina, við sækjum okkar læknisþjónustu þar í gegn og bráðaþjónustu þar í gegn og allt sem við þurfum að sækja þar stjórnsýsla innviðir, meira segja fyrirtæki þurfa að leita mikið suður. Þannig ég held að sé gríðarlega mikilvægt að það sé hugað að þessu og mér finnst gott að við getum beint í til Reykjavíkurborgar að velta aðeins fyrir sér að Reykjavíkurborg ekki bara sveitafélag, Reykjavíkurborg með höfuðborgina, höfuðborg Íslands og það hlýtur að þurfa að horfa til þess að þeir beri og Reykjavíkurborg beri svona aukna ábyrgð verandi höfuðborg að horfa til og eiga samtal við landsbyggðina þau málefni sem að við eigum sameiginlegt, sem til dæmis fluglínur og samgöngur. Og þess vegna finnst mér með eindæmum að Reykjavíkurborg hafi ekki gert það að venju að tala við landsbyggðina þegar farið og í einhver málefni tengt Reykjavíkurflugvelli. Ég held að veri afskaplega mikið til bóta að málefni Reykjavíkurflugvallar færu ekki bara í gegnum sveitarstjórnina eða borgarstjórnina í Reykjavík, heldur að það væri á breiðari grunni tekna svona ákvarðanir eða samtal fyrir svona ákvarðanir. Að því eins og staðan í dag þá þetta sannarlega bara deiliskipulagsbreyting sem innviðaráðherra getur samþykkt og það væri afskaplega æskilegt að sveitarfélögin hefðu einhvers staðar aðkomu að því annað en í athugasemdum við deiliskipulagsbreytingar. Þannig að ég vil bara, ofan á það sem við ræðum hér, þá vil ég bara hvetja Reykjavíkurborg til þess að eiga meira samtal við landsbyggðina þetta mikilvæga málefni sem Reykjavíkurflugvöllur og rekstrar og flugöryggi hans. En ég mun styðja þessa tillögu sem liggur frammi hér og minnst það nú bara gott hjá Eyþór að reyna að hrista aðeins upp í þessu fundi og hún er búin að fara í gegnum ansi mörg mál þannig að neitt var að segja neitt, þannig að það var kannski komin ástæða til fólk að standa upp og hreyfa sig aðeins. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur mælendaskrá Þröstur Jónsson, svo það Hildur, Eyþór og Ásrún Mjöll. Ég fel forseta afturstjórn fundarins. Annað gott fundafólk. Já, hér fljúga hinn eldlegu skeyti. Það spurning á hvaða flugvelli þau fá lendingarleyfi. Það orðið.
Ég tek undir það með forseta, þetta orðið fjörugasti fundi sem stemdi í að verða alveg hundleiðilegur. En ég ætla eiginlega ekki að orðlengja þetta mikið vegna þess að forseti í rauninni sagði nánast það sem að ég ætla að segja hér svona sem undanfarað því sem að ég ætla síðan að leggja til sem þriðju breytingatillöguna, að Reykjavík er höfuðborg. Og það sem að hún í rauninni tók orðin úr minni mínum og sagði nákvæmlega það sem ég ætla að segja höfuðborgina, þá ætla ég bara að lesa upp þessa breytingatillögu mína. Hún hljómar þannig. Sveitarstjórn Múlaþings fagnar því að Reykjavíkurborg rær öllum árum að því að afsala sér réttinu til þess að verða höfuðborg Íslands með stöðugri aðför að Reykjavíkurflugvelli. Af því má marka að sveitarstjórn Reykjavíkur vill ekki að Reykjavík sé áfram höfuðborg og vilji losna við Reykjavíkurflugvöll ásamt öðrum nauðsynlegum innviðum er tilheyra höfuðborg. Því óska sveitarstjórn Múlaþings eftir viðræðum við Reykjavíkurborg að Múlaþing taki við Keflavík sem höfuðborg Íslands og einnig viðræðum við ríkisstjórn Íslands að samhliða höfuðborgarflutningnum verði Reykjavíkurflugvöllur og aðrir ríkisinnviðir sem prýða góða höfuðborg fluttir til Múlaþings og að framkvæmdir við borgarlínu innan gæsalappa, það er Axarveg, Fjarðarheiðargöng, Auklagafljótsbrúar, verði þegar hafnar svo innan gæsalappa Múlaborg verði í stakk búin til að taka við höfuðborgar hlutverkinu. Takk fyrir. Svo margir, þakka ég kærlega fyrir það. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja sveitarstjórnarfulltrúa Eyþór að senda tillöguna, breytingatillöguna á ritara. Hún að því, ok. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn. Það þarf nú ekki að bæta miklu við það sem að þegar hefur komið fram. Mig langar hins vegar vekja athygli á einu sem að kemur fram í skýrslu vinnuhóps innviðaráðuneytis og ég ætla að lesa það hér fyrir ykkur með leyfi forseta. Yfir 5 ára tímabil 2015 til 2019 voru 6.500 hreyfingar sjúkraflugvéla á Reykjavíkurflugvelli. Þar af voru á þessu tímabili 1555 lendingar með sjúklinga í forgangi F1 og F2. Ávallt er reynt að halda sjúkraflugi gangandi eins lengi og kostur og því má gera ráð fyrir að í sjúkraflugi sé oftar tekist á við erfiðari aðstæður en í áætlunarflugi án þess að fari sig yfir viðmið öryggis. Ekki var gerð sérstök greining í vinnu starfshópsins á því sjúkraflugi sem nýtir Reykjavíkurflugvöll. Og það er síðasta setningin sem vakti sérstaklega athygli hjá mér. Ekki var gerð sérstök greining í vinnu starfshópsins á því sjúkraflugi sem nýtir Reykjavíkurflugvöll. Hvernig má það vera? Það er ekki mikið sem ég ætla að bæta við, en ég velti því svona fyrir mér af því við erum búin að vera að rífast þennan Reykjavíkurflugvöll árum saman og hann kannski endurspeglar þessa miklu gjá sem því miður er milli höfuðborgar landsins og landsbyggðanna og ég velti fyrir mér af hverju ný staðsetning, jafn góð eða betri, er ekki lengra komin og maður langar að skora á okkar ágætu alþingismenn að setja það mál í frekari forgang með Reykjavíkurborg því það er gríðarlega brýnt að framtíðarlausn finnist og það séu teknar loka ákvarðanir í þessu máli. Þetta er búið að hanga í lausu lofti árum saman og þetta er óþolandi. Ekki síst fyrir okkur sem búum fjærst höfuðborginni. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson er að koma til andsvars. Bregðast við. Já, frú forseti, annað fundafólk. Ég gerði mig grein fyrir þegar ég hlustaði á þær sveitarstjórnarfulltrúa Jónínu Brynjólfsdóttur og Berglindi Hörpu að það var kannski ekki alveg góð svona þegar ég var að vitna í Óskar Wilde, þá lýst ekki alveg hugrenningum mínum kannski alveg nógu vel því að freistingin fólst ekki í því, ég stæðist ekki það að gera það sem að mér þætti gaman, heldur sko ég stenst ekki freistinguna að benda á það sem ég finnst svo augljóst að þurfa að benda á. En gott og vel. Nú
mjög gott að ég hafi betlað nikotíminn á framsóknarmanninum áður en ég flutti þessa ræðu. En ég ætla þá að halda aðeins áfram. Það er alveg rétt að sveitarstjórnir hafa víðsvegar um landið verið að annaðhvort taka þessa ályktun sjálfstæðismanna óbreytta upp og þá hafa verið klofningar sums staðar, meðan að stundum hefur verið farið í að, ég myndi segja, þynna þessa ályktun sjálfstæðismanna út aðeins, gera hana aðeins almennari og aðeins svona þannig að allir geti fellt sig við hana. En mig langar að spyrja þá oddvita Framsóknarflokksins, hvað er það sem er svona gagnrýnivert við tillögur sjálfstæðismanna að hún get ekki staðið hér óbreytt sem tillaga fundarins sem að við erum nú reyndar að fara að kjósa hérna eftir. Og vegna þess að það stendur á vef Stjórnarráðsins, innviðaráðuneytið og Reykjavíkurborg hafa tekið ákvörðun þessar framkvæmdir. Það er ekki bara hægt að segja Reykjavíkurborg. Allavega ekki eins og innviðaráðuneytið matreiðir þetta. Þetta er á frétt Stjórnarráðsins frá 27. apríl, þar stendur þetta. Þannig að mér langaði að spyrja því. Og svo finnst mér bókunin hjá Þresti alveg, sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónsssyni alveg mjög skemmtileg. Þannig og ég bara er mjög svona að hugsa hvort við eigum að samþykkja hana, því ef við gerum það þá vekjum við allavega hressilega, komum við hressilegu kastljósi á málstæðin. Það er alveg hreinar línur. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson var ekki máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað ágætt fundarfólk. Ég verða að taka undir með sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri að tillaga sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar, hún kitlar, því ekki að neita. Ég flutti þó hingað úr höfuðborginni og er ekki viss að ég vilji skipta á sveitasælunni sem ég fann hérna og skarkalanum þar aftur í bráð. En margt upplýsandi hefur komið fram í máli sveitarstjórnarfulltrúa Eyþórs Stefánssonar og mér þykir að skjóta ansi skökku við að ætla að gagnrýna Reykjavíkurborg en taka alveg út fyrir jöfnuna innviðaráðuneytinu. Ég styð því bókun hans og hvað skal ég segja, oddvita sjálfstæðismanna víðsvegar um land heilsugar. Ég gat ekki heyrt á máli sveitarstjórnarfulltrúa Eyþórs neina grimmd eða hvassheit þó framsagan hafi verið beitt, svo ég hef kannski numið ræðu hans orð öðruvísi en sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa. En ég spyr því í kjölfar þessara umræðu, kannski eins og sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, þeirra einföldu spurningar: hver er rökstuðningur meirihlutans fyrir því að innviðaráðuneytið sé hvergi nefnt í bókunni, þrátt fyrir að vera annar tveggja aðila sem að baki ákvörðunar standa? Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti og fundamenn, það hlaut að lifna yfir fundinu við þetta mikilvæga málefni og svona einhverja hliðarafurðir sé fylgiði líka. Það er búið að fara bara mjög vel yfir þetta og reifa málið nokkuð vel, þó að kannski hitt svona skikjaðins á, en það sem ég ætlaði kannski að koma upp sem er svona viðbót og það er búið að leggja mjög mikla áherslu á þess að bráðaþjónustu og hennan nauðsynlega aðgang út af sjúkrafluginu, en það er Reykjavíkurflugvöllur sem liður í almenningssamgöngukerfinu okkar sem er alveg gríðarlega mikilvægt einmitt út af höfuðborgarhlutverkinu og líka bara millilandafluginu enn sem komið er. Þetta skiptir bara mjög miklu máli og það skiptir mjög miklu máli að þessi starfsemi hún sé ótrufluð. Hafandi sagt það þá er finnst mér þessi skýrsla bara að mörgu leyti mjög vel unnin og er mjög gott færi til þess að taka þessi mál til ennþá frekari skoðunar eins og kemur að vera beinlínis fram í skýrslunni
að þarna er tækifæri til þess að vanda virkilega til verka og vinna málin áfram og ástæði til þess að hvetja það vegna þess að það talaði að ég sé verið að gagnrýna Reykjavíkurborg að fyrir þá sem lesa bókuna þá sé ég ekki endilega sé gagnrýni heldur frekar hvatning að vinna þetta mál og ég vil segja bara með landsbyggðinni. Nú sveitarstjórnarfulltrúi Hildur kom aðeins inn á þennan betri kost sem hefur gengið illa að finna og ég held að sé bara mjög einfalt svar við því. Hann kannski ekki að finna. Hvorki endilega annan og trauðla mjög erfitt að finna betri kost. Og það kannski vegna þessara veðurfarslegu skilyrða sem í kringum öllin, þó sé búið að raska þeim eitthvað. En þessi ekki til að dreifa annars staðar og þessi nálægð inn í höfuðborgina, hún alveg einstök. Og ég held að sé bara ábyrgð borgarstjórnar Reykjavíkur mikil að nýta þetta tækifæri sitt áfram. Þannig að ég held að sé þessi bókun hún bara lýsandi fyrir kannski málið eins og það horfir við okkur og hefur hort við hér lengi og ályktanir hér Fljótsdalshéraðs áður og Seyðisfjarðarkaupstað voru að þá lunda flugvöllurinn yrði áfram í Vatnsmýrinni sem ég held að sé okkur afar mikilvægt bara vegna legu vallarins en ég ætlaði ekki að hafa þetta lengri, þetta er búin að vera bara mjög góð og líflegu umræðu komnar mjög áhugaverðar tillögur líka. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu og ég ætla að beða fyrsta forsetann að taka við sem forseti hins tekst til máls og taka til svara. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir beðið um orðið, kjörstjórn. Takk fyrir, forseti og annað gott fundafólk. Það þannig að við störfum fyrst og fremst fyrir okkar sveitarfélag. Það alveg rétt eins og Stefán Bogi Sveinsson, fyrrum sveitarstjórnarfulltrúi og talar í greininni sinni. Og það sannarlega þannig. Það skiptir, við erum hér til að hugsa sveitarfélagið okkar. Við erum ekki hér til að vera starfandi eftir flokkslínum, við erum ekki hér þótt að við gerum það einhver leyti en hér, það má ekki trufla það sem við erum að gera hér. Þegar frá því að ég tók við sem forseti sveitarstjórnar þá hafa komið hér mál fyrir sveitarstjórn sem hafa verið stór, ótrúlega mörg stór mál sem hafa komið hér fyrir. Það hafa komið fyrir mál sem sveitarstjórn hefur ekki verið einhuga og það hefur verið leyst með því móti að fundin flötur sem allir geta sæst á. Það gengið eins langt og við treystum okkur hverju sinni og það hefur verið gert í ýmsum málum og ég ætla ekki að fara að nefna það en þið vitið það hér sem hafið verið í samskiptu við mig að þegar við erum að semja bókanir sem að við teljum að skipti máli fyrir heildina og skipti máli fyrir sveitarfélagið þá tölum við okkur saman það hvernig við getum tryggt að allir geti tekið undir hana og það sé síðan hægt að ganga lengra í máli fólks á fundum og nýta hana til þess að koma sínum málefnum á framfæri. Mér finnst ekki viðeigandi hér frekar heldur en undir öðrum málum að vera að fara eitthvað sérstaklega yfir það hvers vegna þessi bókun var valin og þetta orðalag af því við höfum ekki gert það hingað til og ég held að við ættum ekkert að vera að draga það fram í dagsljósi hvað fólk að eiga samskipti sín á milli við að undirbúa fundabókanir fyrir sveitarstjórnarfund. Aðalatriði finnst mér vera að við erum að vinna saman, við vinnum saman að því að finna bókanir sem að skiptir máli fyrir sveitarfélagið. Þannig að ég ætla ekki beint að svara þeirri áskorun sveitarstjórnarfulltrúa Eyþórs Stefánssonar að reyna að fá mig til að falla ofan í þá gryfju af hverju framsóknarmenn svona eða hinsegin. Það sem skiptir máli að þetta tillagan sem liggur fyrir fundinum, við erum sammála þessa tillögu, okkur finnst þessi tillaga að taka á öllu því sem við viljum taka á og þess vegna liggur hún hér frammi. Ég held að sé mjög mikilvægt að hafa samt í huga að við beinum henni sérstaklega til Reykjavíkurborgar af því þetta skipulagsmál. Þetta fyrst og fremst skipulagsmál. Það á að fara að deiliskipuleggja byggð og það á höndum Reykjavíkurborgar. Og þess vegna mjög mikilvægt að bókunin fari þangað. Takk fyrir. Jónína Brynjólfsdóttir lokið máli sínu. Nú ég ekki með blaðið hvort einhver annar hafi verið en Eyþór Stefánsson vill komast í röðina allavega. Þú varst alltaf svo næst. Já, ég hafði beðið orðið fyrst. Þannig að en ég fel forseta aftur stjórn fundarins og Eyþór Stefánsson það. Hefsti Takk fyrir það. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Ég ekki að ljúga neinu, ég baði orðið á það Þetta frábær og góð umræða, algjörlega, en eins og hefur komið fram, ég vildi nú bara koma upp
og eftir ræðu sveitarstjórnarfulltrúa bæði Eyþórs Stefánssonar og Ásrúnar Mjallar Stefánsdóttur varðan það af hverju við orðum ekki innviðaráðuneytið. Og það bara búið, við vitum alveg að við erum á móti þessu framkvæmdaleyfi. Það bara búið að gefa út þetta framkvæmdaleyfi, þetta í höndum Reykjavíkurborgar núna. Það svona tölum við bara beint þangað þar sem málið staðsett, algjörlega. En í okkar umræðu, orðræðu, þá vitum við alveg af hverju það þar og svo bara bókunin, hún á að virka, hún fer þangað sem hún á að komast núna og ég bara styð þá bókun. Varðandi þessa umræðu hvar framtíðar flugvöllurinn á að vera, varðandi betri kost. Við vitum að það búið að skoða aðra lausn á hvar flugvöllurinn ætti að vera og sökum eldsumbrota og fleira og ég veit ekki hvenær ríkið ætlar að hafa efni á því að setja mörg 100 milljarða í nýjan flugvöll. Ég held að muni aldrei gerast. Við erum að berjast fyrir samgöngum á Austurlandi og gefum ansi vel í verðmætasköpun og við erum að berjast þar. Og ætlum við, þegar Reykjavíkurflugvöllur bara sinnir sínu og á góðum stað, viljum ekki þrengja að honum, þetta að virka, við viljum vera þarna og veðurfarslega og allt, það hefur þetta rökin. Ég vil bara ekki ógna honum, en hinn valmöguleikinn, eins og ég kom inn á í máli mínu fyrst, með Keflavíkurflugvöll. Það hefur alveg verið í orðræðinu að við getum alveg eins flogið bara til Keflavíkur og keyrt síðan til Reykjavíkur og sótt okkar þjónustu og fleira, ekki bara sjúkraflugi, heldur allt annað. En það bara gengur ekki, þannig að ég tel að það verði aldrei að því að þessi flugvöllur muni rísa þar sem hann átti að rísa, þannig að það sem var farið í könnun bæði út af fjárhagnum, hvað það kostar gríðarlega mikla fjármuni og bara veðurfarslega og eldsumbrotin og allt, þannig að það skiptir gríðarlega máli að við stöndum vörð Reykjavíkurflugvöll. Þannig að varðandi það okkur við orðum ekki innviðaráðuneytið, mér finnst það bara ekki þurfa, mér finnst bara við vitum bara hvert við erum að tala núna, við vitum hvar valdið núna og við þurfum bara nóg mörg sveitarfélög að tala til Reykjavíkurborgar og Alþingi þarf bara að taka það fyrir að þegar það eru svona innviðir, mikilvægir innviðir og það hefur verið talað um það, svona flugvellir og varðandi raforkuna, við sjáum það með línur líka, það ekki hægt að fara í gegnum ákveðið land og það bara hefur ákveðið svæði, bara ekki raforku. Öll þessi mál geta ekki verið í höndum einhvers ákveðins sveitarfélags. Það þarf að taka á þessu með lagabreytingu inn á Alþingi og ég trúi ekki öðru en að flokkarnir beiti sér í því. En núna Reykjavíkurborg með þetta skipulagsvald, við erum komið með þetta framkvæmda leyfi á að fara í jarðvegsframkvæmdir sem við vitum að svo sem fyrsti liðurinn að svona uppbyggingu, þannig að við tölum beint þangað og ég held með þess að bókun, mér finnst hún kraftmikil, hún sýnir samstöðu og við í okkar orðræðu hér og minnst við ekki vera að gefa neitt afslátt. Þannig að ég bara þakka fyrir þessa víðtæku umræðu og takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Arna Svavarsdóttir lokið máli sínu, þá ætlar sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson að koma til andsvara. Frú forseti og annað fynda fólk, ég held að það beri nú eitthvað nýra við og við getum endurskoðað okkar hlutverk ef að það má ekki gagnrýna ákvarðanir sem hafa verið teknar vegna þess að það búið að taka þær. Ég held að það fækki okkar verkefnum talsvert hér á sveitarstjórnarstiginu ef við ætlum ekki að gera það. Ég glemdi að tiltaka nokkur atriði en ég get kannski prófað að bera fyrirspurnin upp aftur í öðru formi og orða hann öðruvísi og þá bara spyrja forseta sveitarstjórnar af hverju ekki minnst á innviðaráðuneytið sem kemur að skipulagsmálum og tekur að ákvörðunum í þessu ferli með auðvitað það Reykjavíkurborg sem að það, og bara svo ég segi það hér upp átt, ég alveg sammála því að fyrst og fremst ber að koma þessu skilaboðum áleiðis til Reykjavíkurborgar sem að fara að vinna tillögurnar. En skipulagsstofnun og ríkisstofnanir að fara að staðfesta það
og jafnframt segir innviðaráðuneytið sjálft á heimasíðu sinni að það hafi tekið þessa ákvörðun og það má ekki ávarpa það. Af hverju má ekki ávarpa það þó að það sé búið að taka það fram? Og það þarf ekki að svara mér ef mér vilja það ekki, en gott og vel. En ástæðan fyrir því ég tók þetta svona nokkuð óstendu var að bara eftir samtöl við fólk í sveitastjórn, meðal annars á SSA-fundi, þá var bara minn skilningur sá að þetta mál ætti að fara fyrir sveitastjórn. Svo allt í einu sá ég þegar ég fór að skoða fundarboðið að það var ekki á dagskrá sveitastjórnar. Þess vegna tók ég þetta kannski óstunnar upp en ég hefði gert ella. Varðandi hvar eigi að taka mál á dagskrá. Sko, þetta mál hefur í gegnum tíðina og bara risastórt hagsmunamál landsbyggðarinnar eins og komið fram í máli okkar allra hérna. Og ekki síst hjá kjósendum Framsóknar og Sjálfstæðismanna. Þannig stundum hefur jafnaðarmönnum sem hafa verið kenndir við Samfylkinguna ekki tekið þetta mál jafn harkalega upp og margir aðrir og það hefur einmitt verið af sömu jafn vondri ástæðu að þá hefur það verið Dagur B. Eggertsson fyrir Samfylkinguna sem hefur verið borgarstjóri. Þannig les ég þannig túlka ég það. Og það bara alveg jafn gagnrýnivert að mínum dómi. En varðandi hvar eigi að taka mál á dagskrá, þetta mál, þetta algjör grunnur og bara við getum notað sýnidæmi. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir brennur fyrir að koma upp bráðagreiningatæki á flugvöllum á Egilsstöðum. Eigum við að taka það fyrir í byggðarráði? Nei, en þetta fyrir mér ennþá stærri en það vegna þess að við höfum ekkert við bráðagreiningatæki að gera ef það ekki flugvöllur á hinum endanum sem tekur við sjúklingunum. Þannig að þetta bara grunninnviður að hafa til þess að það sé eitthvað rökrétt við það að komi bráðagreiningatæki á Egilsstaðaflugvöll. Og ég ekkert að gera þetta að gamni mínu til þess að reyna að mynda eitthvað klofning í meirihlutanum. Ég vil bara að menn fá kjósum það sem menn vilji kjósa og þegar ég kom fram í máli mínu hérna áðan að það klofnaði meirihlutinn í Fjarðabyggð og bara til þess að árétta það, mér finnst það ekki veikleikamerki á stjórnsýslunni í Fjarðabyggð, mér finnst það aðdáunarvert. Því að þar fær bara lýðræðið fram að ganga þó að einn flokkur hafi ekki verið sáttur við niðurstöðuna. Þá finnst mér aðdáunarvert að menn hafi þá fengið að leggja málið fram. En gott og vel, ég held ekki að hafa þetta lengra. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, aðrir fundarmenn, ég svo sem ekki margt við þetta bæta. Eyþór búinn að fara prýðilega yfir þetta og ég sammála honum í því að þetta á að taka fyrir hér sveitarstjórnarfundi. Það sem að það snýst ef við tækjum svona mál fyrir í byggðarráði, það ekkert að því ef að sá fundur nær í tíma, ef hann á undan. En að fresta málum ef að sveitarstjórnarfundur nær í tíma heldur byggðarráðsfundur, þá tökum við fyrir sveitarstjórnarfundi, það sem stór mál að ræða. Það bara á að segja sér sjálft. Við erum náttúrulega að ávarpa svolítið vanda sem alltaf að verða stærri og stærri. Þannig að við búum í borgríki. 80% íbúa landsins búa milli Hvítána og þetta skiptir alltaf minna og minna máli fyrir höfuðborgina. Þetta hlutverk.
og það verið að þrengja að. Það búið að leggja niður braut. Það verið að þrengja að alltaf. Þetta gríðarlega mikilvægt byggingaland. Höfuðborgarbúar margir hverjir sjá þetta fyrir sig sem framtíða byggingaland og það eigi bara, en sko við tillaga Þrastar sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar að við fáum bara höfuðborgin hérna austur. Hún ekkert svo vitlaus sko. Þá myndum við kannski fara að halla okkur meiri til Evrópu líka, við værum komin til Evrópu af Ameríkuflekanum fyrir sunnan. Við varum ekki með alla þessar náttúruvár sem við höfum þarna fyrir sunnan á flugvellinum og víðar, með alla innviðin okkar þar. En sko, svona öllu gamni slepptu, þá finnst mér að við þurfum að gera athugasemdir við allt þetta ferli. Það í mínum huga bara ekki í lagi að við samþykjum og sé verið að fara í þessa framkvæmdir, jarðvegsskipti og svo framvegis. Þegar ekkert búið að finna út hvernig að fara að því að gera flugið í lagi. Þegar ekki búið að finna út úr því hvernig hægt að koma í veg fyrir að öryggið minnki. Og þetta bara í mínum huga byrjaði á alveg kolvitlausum enda. Og ég meina það hljóta að vera takmark fyrir því hversu mikið hægt að þrengja að þessu áður en að þetta bara hluti af því að það byggilegt að búa út á landi. Það hægt að búa út á landi. Og við þessi 20% 80.000 manns og sjást það miklu minna sem að þurfa að nota sér við bara til þess að við eigum þennan möguleika að búa hér á þessum dreifðu byggðum, þá verðum við að komast á þennan flugvöll þegar eitthvað kemur upp á. Og við eigum ekkert að sætta okkur við það að það sé komið í veg fyrir það af einhverjum opinberum aðilum. Og þá skiptir engu máli hvort það framsóknarmaður eða VG-maður sem stendur fyrir því sko. Bara engu. Þetta bara á að vera hafið langt upp fyrir það. Og mér finnst að innviðaráðuneyti hefði þetta staldra við þarna eins og reyndar víðar í skipulagsmálum. Þar sem þeir eru samþykkja eitthvað sem að mikil gagnrýni hefur verið á og það fer gagnrýnislaust í gegnum ráðuneytið. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Andsvar eða? Já, Berglind Harpa Svavarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi ætlar að koma með andsvar. Forseti, góðu fundamenn. Þetta ætlar að verða endalaus liður. Alltaf að segja eitt brandara áður ég byrja að tala, sko. Koma öllum í gott skap. Herði, ég ætla endilega að bregðast við með andsvari til sveitarstjórnarfulltrúa Eyþórs Stefánssonar. Fyrst það þegar hann kemur inn á og vitnar í fund bæjarráðs í Fjarðabyggð, sem náttúrulega bæjarráð, og niðurstaðan þar klofningur meðal meirihluta sem hann talaði og þar fagnar hann lýðræðinu. Það sé nú lýðræði. Erum við ekki að tala lýðræði ef meirihlutin klofnar ekki? Ég fatt ekki alveg hvað það er. Við erum hér að stunda lýðræði. Hvort sem ég hefði farið inn í byggðaráð með þetta erindi eða hvort sem það tekið fyrir hér. Þetta lýðræði og við erum ekki fyrirfram búin að ákveða hver að fara að styðja hvaða tillögu. Við bara rétt upp hendi og það lýðræðið í heilsinni. Þannig að það ekki meira lýðræðið þó að endilega meirihlutin klofni. Þannig að mér fannst þetta skrít og mér fannst ég var að bregðast við þessu. Varðandi bráðagreiningatækið og það mál sem ég brenn fyrir að segja að við höfum það bara ekkert með bráðagreiningatæki að gera. Við þurfum bara aldeilis að fá fleiri bráðagreiningatæki ef við verum ennþá meira fjarri út af því að við þurfum að ef við erum fjær sérhæfðri heilbrigðisþjónustu, hvort sem verði með við erum eins og með bráðagreiningatæki þá þurfum við að bregðast við til þess að stytta ferðatímann og komast að þessu úrræði okkar. Ef við komumst ekki þangað þá þurfum við frekar að græja okkur upp og hafa sérhæfða heilbrigðisþjónustu út á landi.
En málið að það ekki staðan og í gegnum tíðina þá hef ég oft sko, ég bara velt fyrir mér núna, af hverju hefur ekki verið barist meira fyrir uppbyggingu á heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni? Og kannski það bara að því ég heilbrigðismenntuð og vann í mín 13 ár á bráðamóttökuna Egilsstöðum að ég hef góða innsýn í þetta og hef bara sett mig inn í þetta og þá bara gríðarlega mikilvægt að þeir sem veljast í sveitarstjórn séu bara með gríðarlega svona víðtækan bakgrunn og reynslu svo við getum beitt okkur almennilega en það bara gríðarlega mikilvægt að við séum með öfluga heilbrigðisþjónustu og við komumst að sérhæfðu heilbrigðisþjónustunni á suðvesturhorninu á sem skemmstum tíma en ég tel að við séum með mikið lýðræði þar sem að við erum hvar sem við erum í sveitarstjórn, það bara hvernig við tökum ákvarðanir og greiðum atkvæði. En takk fyrir að fá að bregðast við. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu sveitarstjórnarfulltrúi, næstur í pontu sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott funda fólk. Þetta var vel líflegt. Sko, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kom að því hér áðan að til hvers að fá þetta bráðagreiningar tæki sveitarstjórnarfulltrúa Berglindar. Ef enginn væri hinn endinn, þá fór henni bara að hugsa að þessi breytingartillaga sem ég samdi nú hérna bara í kvelli rétt fyrir fund og ég hef sendt á okkur öll, hún væri kannski ekki svo rosalega vitlaus. Vegna þess að þá bara flytjum við hinn endan, Eyþór. Við bara flytjum hann, það þarf engan enda þarna suðaustanlands. En sko, og bara í því sambandi sko, flutningur höfuðborgar, þetta er ekki rosalega sko vitlaust, þetta hefur bara verið framkvæmt. Þetta hefur verið framkvæmt í Þýskalandi, þetta hefur verið framkvæmt í Brasilíu. Gott ef þetta var ekki án ábyrgðar gert í móður Rússlandi þegar var ekki samt í Pétursborg einhvern tíðan höfuðborgar. Gott ef ekki var. Og einu Suður-Ameríkuríki sem ég man ekki nefni þá hefur þetta verið gert líka. Þannig að þetta hefur svo sem bara bærilega verið gert. Því að þessi Janeiro ekki höfuðborg lengur í Brasilíu. Til að mynda. Sko, innviðaráðherra, hann hlýtur bara að sko fara undir borð þegar hann heyrir orðið Múlaþing sko. Það er ekki nómið það að við sem að lumbra ánum hérna með samgöngurna sko, Öxi, Fjarðarheiði, Lagafljótsbrú sem að ég kalla núna í vegna tillögu minnar borgarlínu. Heldur þar líka sko fékk hann í hausinn bakkabræður og vanhæfi þeirra sem var það nú næstum því megn. Og nú ætlar Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi að henda heilum flugvöll í hausinn á. Þannig að hann er ekki sko öfundsverður. En ég fór aðeins að velta fyrir mig sko, svo ég tala nú aðeins fyrir þessari tillögu minni sko, er það að hvernig við ætlum að greiða atkvæðina eftir. Væntanlega er þetta tekið svoleiðis svona eftir hvísl ráðgjöf frá vini mínum og sveitarstjórnarfulltrúi Helga Hlín að þá fer hún víst þannig fram að róttækasta tillagan tekin fyrir vist sem ég held að hljóti að vera mín. Síðan er tekin tillaga Eyþórs og að lokum þessi tillaga sem var hér tilbúin fyrir fundinn. Raunin er sko megum við ekki, sko þetta er fína tillögur allar, ég bara geti bara greitt atkvæði með þeim öllum en í rauninni megum við ekki sko, eða ég er að biðla til þess að við greiðum ekki atkvæði á móti neinni þeirra vegna þess að þetta er allt tillögur sem eru til þess ætlaðar að koma sko, leyfum mig bara orða sterkt, koma vitin fyrir yfirvöld Reykjavíkurborgar þessu máli. Og þess vegna held ég að sé langbæst til dæmis með tillöguna mína að ég biðla til þess að þegar voru greitt atkvæði manna ef að menn geta ekki samþykkt hann hreinlega, sem er náttúrulega hvet fólk til þess að gera, að það sitji þá hjá. Og það sýnir, þó hún fengi ekki nema eitt atkvæði sko, það sýnir, en ekkert á móti, það sýnir alvarleika máls. Það sýnir á okkur fyllsta alvara. Auðvitað er ákveðið grín og gandaraskapur í þessari tillögu. En hún er sett fram til þess að sýna að okkur er fúlasta alvara með hana flugvöll.
Við erum búin að tuða þennan flugvöll, það er klíft og klíft á hann, og hvenær var það ekki, heitir hún ekki Norður-Suðurbraut sem var lokað hérna árið út af hérna byggingaframkvæmdum í, hvað heitir nú íþróttafélagið? Valur, á Valsvæðinu, já. Og nota bene, ágæti punktur hjá sveitarstjórnarfulltrúi Hildi Þórisdóttur hérna áðan. Það var sleppt að gera greining á sjúkrafluginu. Sú lokun var mjög alvarleg með tillit til sjúkraflugs. Og sjúkraflugmenn og aðrir sem vel þekktu til nefndu bara mörg dæmi þess að þegar dauðir lá við, þá var það sú braut sem bjargaði mannslífi. Það búið lokan í dag. Nú er enn að vera að klippa og það verður klippt og klippt og klippt ef við stöndum ekki bara mjög föst og harkalega. En aftur á tillögunum minni, ég er náttúrulega agitera fyrir henni og að hún veri fá sem bestan hljómgrunn hérna, ég er viss um það. Og Akureyringar munu taka með orðinu og bera upp eins tillögu fyrir Akureyri og ekki viljum við missa höfuðborgina þangað það. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu, þá er það sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað ágætt fundarfólk. Þetta verður örstutt. Ég er sammála því að stór mál líkt og þetta eigi að taka upp á sveitarstjórnarfundi, sé þess einhver kostur, fremur en að því sé þess prestað fram á byggðarráðsfund, og hélt kannski að við ættum auðveldara með að sammælast það, en ég fagna því að þetta mál sé hér á fundinum og þakka sveitarstjórnarfulltrúi Eyþóri Stefánssyni fyrir það. Hvað lýðræðisumræðuna varðar, hvort sem lýðræði finnst hér eða hjá grönnum okkar ætla ég ekki að dæma en það er rétt að hér erum við lýðræðislega kjörin og kjósum lýðræðislega á þessum fundum eins og sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa kemur inn á. En ég held að það sé þó ljóst að séu mál ekki sett á dagskrá sveitarstjórnar þá verður ekkert lýðræði téð mál á þeim sama vettvangi. Meira var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá er sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir lokið máli sínu og mælendaskrá. Ég var búin að biðja orðið fyrir áður. Þú ert að fara með ferðin? Ég ætla ekki að telja hversu oft þú komið upp undir þessum lið, ég reikna þetta sem örstutt andsvar. Já. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson ætlar að koma upp í örstutt andsvar. Frú forseti og annað fundafólk, varðandi það sem ég sagði bráðagreiningatækið, þar var ég komin aðeins út fyrir mína þekkingu og vit og getur bara vel verið að það hafi hljómað illa en pointið punkturinn var sá að ef það er ekki flugvöllur til að taka á móti sjúkrafluginu hinum megin þá er kannski til lítils að hafa bráðagreiningatækið á flugvöllunum og ég var ekki á neinn hátt að gera lítið úr þörf þess að það væri bráðagreiningatæki til staðar í fjórðungnum. Varðandi lýðræðið, nei, það er ekki svo að mér finnst það vera eitthvað meira lýðræði eða einhver meiri hluti klofni eða ekki eða hvernig það er. Þarna var ég að vísa til þess sem að mér fannst vera ákveðna tilraunir til þess að málið færi ekki á dagskrá hér heldur í byggðarráði og það fannst mér ekki jafn lýðræðislegt og hitt og við getum bara verið sammála um að vera ósammála það og svo ætlaði ég bara að kynna fyrir ykkur lausn vandans við Reykjavíkurflugvöll. Hann er mjög einfaldur og við bara sveitarfélaginu á landsbyggðinni, við eigum bara að gera eins og þegar Bandaríkjamenn keyptu Alaska af Rússum og kaupa landið í Vatnsmýrinni. Við höfum fullt af peningum, ekki? Og við hefum bara að fá ríki með okkur í lið og þetta Reykjavíkurborg fær fullt af pening til þess að laga þessa óræðu í fjárhagnum hjá sér og landsbyggðarsveitarfélögin eiga bara Vatnsmýrina. Þetta er ekkert flókið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson og lokið örstutt andsvari sínu. Næstur er sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason. Frú forseti, það eru fundamenn. Ég hef nú gaman af hugmyndu þrastar en mér finnst hann kannski aðeins meira stórhuga. Ég skrifaði hérna hjá mér hvort við hefum ekki farið til að stofna okkur bara nýtt ríki. Við getum dregið þar einhvers staðar mörkin með Norðurlandi og þá væri þetta sjálfur, getum við stofnað okkur eigin höfuðborg. En ég held að séu allir hér sammála mikið af flugvallarins
og það má vel að segja okkur landsmál, við sættum okkur einhver við að peningar sem verða hér til fari í uppbyggingu á þjónustu Reykjavík, hvort sem það er heilbrigðisþjónusta, sjúkrahús, þjóðarleikingar, íþróttum, þjóðleikhús og alls konar svona. En við viljum bara við getum notið þessa með öruggum hætti. Og það er svona, þegar svona mál komu upp, þá líður manni svo það sé svona hægt og rólega molna undan þessu. Það sé, hver breytingin fyrir annar ekki það stór að hún skerði mikið. En ég held að kannski lína sem þarf að draga sandinum eru bara ekki tilbúin að skerða flugöryggi flugvallarins. Og það er einhver mælikvarði á því, það er bara mjög einfalt. Það er bara, við erum ekki tilbúin að skerða það. Og það að menn fari hér að leyfi ákveðnar framkvæmdir áður en og tala mótsvæði það gerist, það er ekkert búið að segja hvað það á að vera. Það er velt upp ákveðnum hugmyndum, en það er ekki búið að rannsaka einu svona vindinu og vel, menn veit ekki einu svona áhrif þetta hefur, og þetta er alltaf óljóst. Og ég held að sé líka, þetta er vissulega komið bara í þá skipulagsvinnuna, en við þurfum þá bara að fylgja málun eftir þar. En ég held að sé svona ekkert verra að þessi bókun fari frá okkur hérna, okkur sameiginleg. Nákvæmlega hvað stendur í henni, ég held að menn, þetta er kannski eitthvað orðalag sem menn benda á, en ég held að sé bara mikilvægt að þetta mál er bara rétt að byrja í mínum huga. Þetta er svona í fyrstu skrefunum og það skiptir bara þetta máli að okkar sýn hérna sé bara svo að öryggi Reykjavíkurflugvallar, það verður ekki minnka með nokkur hætti. Takk. Og mælandaskrá er hér með tæmd, sagði hún spyrjandi. Ég ætla... Má ég spyrja, er tillaga samþykkt, þá er ekki kosið næstu? Já, það var einmitt það sem ég hafði hugsað mér að upplýsa, að það er sem sagt samkvæmt kálið 16. greinar regluna Múlaþing fundarsköp og ritun fundargerða. Þá kemur hér fram að sveitarstjórnarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, frávísunartillögu, frestunartillögu við hvað það mál sem tillögur er á fundi. Slíkar tillögur skulu vera skriflegar. Við erum komið núna 2 slíkar, við erum komið 2 aðrar tillögur við þá tillögur sem lág fyrir fundinum. Forseti ákveður í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögur eru teknar til afgreiðslu í samræmi við almennar reglur fundarsköp. Forseti sker úr hvernig atkvæðagreiðslu með tillögum skuli háttað. Þannig ég ætla að upplýsa hér að ég hyggst taka þá tillögu fyrir fyrst sem lengst gengur sem tillagan hans Þrastar. Síðan í framhaldinu verði hún felld og þá tökum við fyrir tillöguna sem Eyþór Stefánsson lagði fram. Verði hún felld þá stendur eftir tillagan sem upphaflega var lögð fram. Þannig verður afgreiðslan. Þannig að ef við samþykjum tillöguna hans Þrastar þá höldum við ekki lengra. Ef tillöguna hans Þrastar er felld þá höldum við áfram. Þannig að þegar Þröstur stakk upp á áðan að við myndum sitja hjá þá var hann greinilega búinn að sjá þennan leik. Ekki svo vitlaust. Ég ætla þá hér að leggja fram fyrst tillöguna hans Þrastar Jónssonar. Þeir sem samþykkja tillöguna hans Þrastar réttu upp hönd. Já. Þessi lestur á tillögugerðunum, þetta eru nýjar tillögur. Já, þetta eru... Þetta er ekki breytingartillögur? Nei. Já, ég líti á þetta sem nýjar tillögur. Þannig að þetta séu raun og veru 3 tillögur sem liggi fyrir fundunum, en fundunum mun náttúrulega bara samþykkja eina. Þetta er ekki bókanir. Eyþór hefur reyndar talað breytingartillögu, en Þröstur talað nýja tillögu. Þannig að en sendir þú Ingu hvort var þetta breytingartillaga eða ný tillaga? Ég sagði bara þetta tillaga, en ég veit bara að þetta væri Tillaga? Tillaga, já, bara ný tillaga. Já, þá held ég að... Ef hún er samþykkt væri þetta bara eina bókun hlutarins. Einmitt. Ég lít svo á að þetta séu 3 tillögur og tekar til afgreiðslu sem slíkar. Ekki nema einhver hrærir mótmælum við því. Ok, svo er ekki. Þá tökum við fyrst til afgreiðslu tillögu Þrastar. Þeir sem samþykkja tillögu Þrastar réttu... Já. Tillagan hans Þrastar er eftirfarandi. Sveitarstjórn Múlaþings fagnar því að Reykjavíkurborg rær öllum árum að því að afsala sér réttinum til að vera höfuðborg Íslands með stöðugri aðför að Reykjavíkurflugvelli. Af því má marka að sveitarstjórn Reykjavíkur vill ekki að Reykjavík sé áfram höfuðborg og vilji losna við Reykjavíkurflugvöll ásamt öðrum nauðsynlegum innviðum tilheyra höfuðborg. Því óskar sveitarstjórn Múlaþings eftir viðræðum við Reykjavíkurborg að Múlaþing taki við Keflinu sem höfuðborg Íslands og einnig við viðræðum ríkisstjórn Íslands að samhliða höfuðborgarflutningum verði Reykjavíkurflugvöllur og aðrir ríkisinnviðir sem prýða góða höfuðborg flutti til Múlaþings og að framkvæmdum við borgarlínu, þar að segja Axarveg og Fjarðarheiðargöng auk Lagarfljótsbrúar, verði þegar hafnar, svo Múlaborg verði í stakk búin til að taka við höfuðborgarhlutverkinu.
Þeir sem samþykja þessa tillögu rétt upp hönd. Hér höfum við 3 atkvæði. Þeir sem eru að sitja hjá, 2 atkvæði. Þeir sem fella tillöguna rétt upp hönd. Það eru 6 atkvæði. Þannig fórum sjóferð þá. Þarna rann happ úr hendi Múlaþings mögulega. Þá ætlum við að taka fyrir tillögu Eyþórs Stefánssonar. Ég er ekki með hana, óskar eftir einhverja að lesa hana aftur, eða hún sé lesin upp aftur. Ef það er enginn sem óskar þess, þá ætla ég að fresta þess að lesa hana ekki, heldur taka hana til afgreiðslu. Er einhver sem óskar þess að ég lesa hana? Svo er ekki, ég tek hana. Jó, ég óskar þess að lesa hana. Ok, þá ætla ég að biðja Ingum að senda mér hana. Aldrei að segja sig ekki stuð á sveitarstjórnarfundi. Ég veit ekki, ég er búin að þið. Hérna, Inga Röndan. Hér er til að Eyþór Stefáns, nei þetta er Þröstur. Sorry. Já, senda hann að Eyþór Stefánsson. Möguleg breytingartillaga. Múlaþing lýsir yfir þungum áhyggjum vegna ákvörðunar innviðaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar Uppbyggingu Skerjafirði. Með ákvörðuninni samkomulag ríkis og Reykjavíkurborgar frá 2019 haft að engu þar sem forsenda þess var að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar þar til nýr flugvöllur er tilbúinn til notkunar. Reykjavíkurflugvöllur sinnir mikilvægu hlutverki og lífað landsbyggðanna. Með uppbyggingu Skerjafirði vegi að framtíð og öryggi landsbyggðanna gagnvart sjúkraflugi og nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu sem á aðgengi almennings, atvinnulífs og stjórnsýslu á mikilvægum innviðum. Múlaþing skorar á borgarstjórn og innviðaráðherra að fresta ákvörðuninni þar til sú vinna sem lagt var upp í fyrrgreindu samkomulagi sé lokið og framtíðarlausn innanlandsflugs tryggð. Við tökum þá þessa tillögu til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þessa tillögu rétt upp hönd. Það eru 4 atkvæði. Einhver sem situr hjá. Það er 1 atkvæði. Og einhver sem fella tillöguna. Það eru 6 atkvæði. Eftir situr þá upphaflega tillaga sem lá fyrir fundunum og í ljósi þess ég er búin að lesa hinnar, þá spyr ég hér, vil ég að ég lesi tillöguna þegar með hana skriflega fyrir framann ykkur? Lesa hana aftur? Nei. Þá tökum við hana til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. 7 atkvæði. Þeir sem sitja hjá. 4 atkvæði. Hræðslegt. Þá er lið nr. 11 lokið og við erum komin að lið nr. 12, skýrslur heimastjórna. Venju samkvæmt að þá byrjum við á heimastjórn Borgarfjarðar og ég ætla að gefa formanni heimastjórnar Borgarfjarðar orðið, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Frú forseti og annað fólk, það hefur verið haldinn einn fundur í heimastjórn Borgarfjarðar frá síðasta fundi. Heimastjórn Borgarfjarðar fór í gær í heimsókn til Húsavíkur. Við fórum og heimsóttum þekkingarsetur Þingeyinga sem hefur kallað Stéttin og vorum við í þeim erindagjörðum að sjá og læra hvernig er gáfulegt að breyta eldrahúsnæði í skrifstofuhúsnæði sem stendur einmitt til með Fjarðarborg. Og við fengum þetta boð frá forstöðumanni setursins þegar hann mætti á stjórnarfund Byggðastofnunar sem haldið var að Borgarfirði í mars og kann ég honum og þeim sem tóku á móti. Þannig að kæra þakkir, þetta var mjög gaman og mjög gagnlegt og við sáum margt sem að við þurfum að passa upp á í þessu ferli í Fjarðarborg. Ég fór daginn með fulltrúa sveitarstjóra á staðnum og skoðaði framkvæmdir í Njarðvíkurskriðum. Þar er verk alveg að klárast við að sjóverja Njarðvíkina og
það var sem sagt mjög mikið landróf þar og ljóst að það þarf að pressa á að ef við viljum ekki missa meira af þessu landi að það þarf að verja það lengra. Það eru komnir núna 350 metrar af sjóvörn en mér minnir að þeir séu alveg að slaga upp í 800 metra sem þarf til þess að fullnægjandi geti talist. En það liggur ekki fyrir að það liggur ekki fyrir í hendi að það verði farið í það. Svo sumardaginn fyrsta þá buðum við borgfirðingum árlegan viðburð sem við gerum alltaf sem lundamóttaka. Þá er íbúum á Borgarfirði boðið að setjast verið sveitarstjóri en nú fulltrúi sveitarstjóra ræða málin og menn allir fá smakk úr sárabótasjóðnum nema þeir sem hafa ekki aldur til þeir fá svala. Og ég veit ekki annað en að það hefur bara verið góð mæting á þetta. Svo sem hér stendur komst því miður ekki. Annað sem að ég ætla að minnast hérna á, við völdum samfélagsverkefni. Það voru 4 verkefni sem við vorum að skoða sérstaklega en í ljósi þess að það verið að fara í framkvæmdir við Fjarðaborg og nokkur verkefni snéru að gera eitthvað þar í kring, þá fannst okkur ekki tímabært að fara í það svo stöddu þannig að við ákvaðum að horfa á að setja upp svona Instagram-rólu í grennd við minnisplanið enda verður það algjörlega frábær markasetning þegar verður hægt að taka mynda sér í sólsetrinu þar. Við héldum íbúafund, buðum gestum gangandi í vöfflur í Fjarðaborg. Það er margt sem kom fram þar. Það langar að nefna sérstaklega að það voru rædd sorpmál og það hafa verið á dagskrá í umhverfis- og framkvæmdaráði kynning á hringrásarhagkerfinu og lausnum fyrir Múlaþing og heimastjórnin hefur bara fengið svona óstaðfesta fréttir af því að það er sækjum einhverja undanþágu fyrir Borgarfjörð en við fengum sem sagt hana Margréti Ólöfu á fund með okkur og hún fór yfir þetta með okkur og við erum bara ekkert alveg sannfærð að við viljum endilega þessar undanþágur. Það er allavega ekkert alveg örugt mál því að borgfirðingar vilja flokka og núna sem sagt það sem er versta vandamálið við flokkun á Borgarfirði er að það er ekki flokka lífrænt og ekki í boði og hún fór yfir nokkrar lausnir. Það var umræða húsnæðismál á íbúafundinum. Miklar áhyggjur af þessum hugmyndum að sveitarfélagið selji leiguíbúðir. Það er miklar og það kom fram að líkamsræktaraðstaðan er að hverfa og það er ekki á áætlun Múlaþings fyrir 2027 minnir mig að eitthvað fjármagn í það en það verður þó engin líkamsræktaraðstaða óbreyttu þegar það verður farið í Fjarðabyggðarverkefnið. Þetta var svona það sem ég ætla að nefna í því. Eitt enn sem ég ætla að nefna eldsnögt að það er alveg að komast sem sagt á fót að það verði hafin gjaldtaka í Hafnarhólma og það er alveg ljóst að það verður núna fyrir holskeflutúrisma. Það er ekki alveg komið nákvæm dagsetning á þetta en það er í vinnslu að vinna skilti og viðmót í greiðslukerfinu og þannig að þetta mun vonandi komast upp fyrir mánaðamótin. Ætla ekki að hafa þetta lengra. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson og formaður heimastjórnar Borgarfjarðar hefur lokið máli sínu. Þá ætlum við næst að fá varaformann heimastjórnar Djúpavogs, Ívar Karl Hafliðason, til að fara með skýrslu heimastjórnar Djúpavogs. Frú forseti, funda fólk. Það helsta sem hefur gerst að 27. apríl var haldinn íbúafundur í Löngubúð sem var vel sóttur. Þar voru góður umræður og margt sem kom þar fram, bæði ábendingar og áhyggjur og svona annað. Þeir punktar eru undir fundargerðinni og hvet fólk til að kynna það en það er kannski svona annað stóra. Við áttum fund með innviðaráðherra. Fulltrúar heimastjórnar áttu möguleika að koma á fundi innviðaráðherra 3. maí ásamt okkur sveitarstjórnarfulltrúum þar sem menn fóru og komu áherslu varðandi dagskrá á framfæri. Á fundin sjálfan komu fulltrúar Rarik og það er það sem er að koma í ljós núna að það er búið að kæra útboð Rarik vegna framkvæmda í ár 2023 og samkvæmt bráðabirgðaúrskurði kærunefndar
útibúsmála, það er að bjóða út aftur að efnahagsvæðinu og það er ljóst að það mun hafa töluverðar tafir í formum sér og ekkert víst að það verði mikið framkvæmdir fyrir vetur í ár og þetta er svona, það stóð til að fara með þryggjast rafmagnaða Keldurskógum, það var áfram allt frá, ég man ekki alveg hvað þetta var komið eitthvað þarna á ströndina og var farin í Keldurskógum en það er kannski góðu fréttir voru þær að það virtist fyrir að koma inn í, hvað sem það virti komin að það planað nú ætti menn að fara í Keldurskóg og svo það í framhaldinu í Fossádal sem er gott, því að þar eru alls konar fyrirtæki og aðrir sem þurfa að hafa beðið lengi eftir rafmagninu en það er þá spurning bara hvað áhrif þetta hefur á tímaröðun og það kemur kannski í ljós fyrir að menn eru búnir að koma þessu útboði í gang og menn eru að vonast til þess að það væri jafnvel hægt að hafa þetta seint í haust, hefja framkvæmdir en það er þó ekki víst. Annað, það er búið að koma fram í samtali við Mílu að ljósleiðaravæðing í þéttbýli hérna á Austurlandi er bara núna í fullu gangi. Það er búið held ég að Míla er búin að draga hérna inn í flesthús og hérna í þéttbýlinu á Egilsstöðum og það kom fram á Djúpavogur sé á stefninu 2024. Þá stefnir Míla á að fara þar í þá ljósleiðaravæðingu á Djúpavogi sem er ágætt menn að vera að bíða lengi eftir þessu og í rauninni eins og kannski mörg þéttbýli hérna skrítið að nú er búið ljósleiðaravæða meira á dreifbýlinu þó ekki alla bæi en eftir sitjum við hérna í þéttbýlinu. Þannig að þetta er svona eitt af þessu jákvæða sem er komið í ljós. Það er í slit, það var slitið hérna ákveðin félagsskap sem alveg dóttur heitir var slitið fyrir einhvern sjóði og það var ákveðið að eyða þeim peningum í göngustöð upp á Bóndavörðu. Nei, já, það var semst kom ábending á fundur að göngustöður upp á Bóndavörðu yrði lagaður, hann var mjög lélegur og svona önnur verkefni. Varðandi samfélagssjóðinn, þá var það að fara í leikkastala byggingu við hliðina á Körfuboltavellinum nýja. En annars hvet ég ykkur bara að lesa fundargerðina, hún er nokkuð vel, dálítið vel svona sundurliðuð. Takk fyrir. Þá er varaformaður heimastjórnar Djúpavogs lokið sinni kynningu, skýrslu heitir það og næst ætla ég að bjóða formann heimastjórnar Fljótsdalshéraðs, sveitarstjórnarfulltrúa Vilhjálm Jónsson í pontu, gjörðu svo vel. Já, forseti og gott fundarfólk. 35. fundur heimastjórnar Fljótsdalshéraðs var haldinn 5. maí síðastliðinn. Á fundinum lá beiðni umsögn breytingu á umhverfismatsskýrslu Fjarðarheiðarganga frá Skipulagsstofnun vegna veglínu Suðurleiðar og færslu á inntakslóni vatnsveitu á Seyðisfirði. Niðurstaða heimastjórnar var að umfjöllun áhrif fyrirhugaðra framkvæmda í breytingu á umhverfismatsskýrslu Fjarðarheiðarganga væri fullnægjandi og gæfi ekki tilefni til frekari rannsókna. Einnig lá fyrir fundinum ósk frá Skipulagsstofnun umsögn matsáætlun vegna uppbyggingu vindmylla við Lagarfoss og niðurstaða heimastjórnar var í meginatriðum að auka umfjöllunar í matsáætlun að árétta fyrri ábendingar vegna matsskyldu fyrirspurnar meðal annars heildaráhrif af framkvæmdinni á starfrækslu og lokafrágangi. Svæðið er í jaðri svæðis nr. 649 á náttúruminjaskrá Glám og nágrenni. Jafnframt er svæðið hluta af úthéraði sem tilgreint er á B-hluta náttúruminjaskrár. Og mikilvægt svæði Fugla og taldi heimastjórnin mikilvægt að því verði svarað í umhverfismati hvaða áhrif framkvæmdin hafa gildi þessara svæði í heild. Og mikilvægt sé að áhrif á íbúa og samfélag á svæðinu verði rannsökuð og framkvæmdin kynnt vandlega og einnig að gera þurfi úttekt á viðhorfi ferðamanna til vindmylla á svæðinu og áhrif á upplifun þeirra. Einnig að lagt verði mat á mögulega mengun frá framkvæmdinni, semst uppbyggingunni og rekstri á starfstíma og lokafrágangi. Og heimastjórnin hélt 4 fundi með íbúum á Fljótsdalshéraði í apríl. Í upphafi fundar á Brúarási kynntir ARIK áætlun strenglögn Jökuldal og áform flýtingu framkvæmda miðað við fyrri áætlanir. Á fundi heimastjórnar 5. maí var farið yfir þau atriði og áherslu sem framkom á fundunum og flokku til áframhaldandi vinnslu, ýmist hjá heimastjórnum öðrum beint til afgreiðslu viðkomandi sviða hjá sveitarfélaginu.
Takk fyrir. Þá hefur formaður heimastjórnar Fljótsdalshéraðs lokið sinni skýrslu og næst þá skýrsla heimastjórnar Seyðisfjarðar sem varaformaður heimastjórnar Seyðisfjarðar ætlar að flytja sem undirritaður. Þetta að byrja fyrsta forsetum að taka við þá meðan forseti hyggst taka til máls. Já, ég gef Jónínu Brynjarsdóttur, dóttur varaformanni heimastjórnar Seyðisfjarðar orðið, ekki svo? Takk fyrir. Í fjarveru Bjargar Eyþórsdóttur sem tók fundinn að þá ætla ég að fara hérna tæpa og létta á nokkrum atriðum. Haldinn var 34. fundur heimastjórnar Seyðisfjarðar 4. maí síðastliðinn og var hann býsna góður og farið yfir margt. Ég ætla að tæpa hér á nokkrum málum. Í fyrsta lagi ætlum við að fagna því og heimastjórn fagna því að það hafi komið þessi ofsalega stóri styrkur frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða í útsýnispallina á Bjólfi sem nefnist Bög og Bjólfs. Þetta er opaslega fallegt og metnaðarfullt verkefni og þetta er sem sagt stærsti styrkurinn sem veittur var í Framkvæmdasjóði ferðamannastaða í ár og tryggir eiginlega nánast full byggingu hans af því sem mér skilst. Það var einnig áhugavert erindi lokun á Regnbogagötu tillaga þess að þar verði lokað fyrir almennri bílaumferð yfir sumartímann og heimastjórn tók bara vel í þá hugmynd og lagði til að umferð almennra ökutækja væri takmörkuð. Síðan var farið yfir ýmis mál, sveitarstjóri mætti á fundinn og fór yfir fjölmörg mál og það sem að mér langar kannski einna helst að tæpa á er að fulltrúar heimastjórnar og sveitarstjórnar áttu fund með innviðaráðherra í síðustu viku þar sem að farið var yfir mikilvægi þess að Fjarðarheiðargöng og Öxi kæmust á dagskrá. Ég vil bara impra á því hér að það var mjög góður fundur, það var rætt skýrt og skornótt málin og við vonumst til þess að sjá samgönguáætlun sem fyrst. Inn í samgönguáætlun verður væntanlega að sjá einhverja jarðgangaáætlun og við reiknum með því að sjá það sem fyrst að Fjarðarheiðargöng fari í útboð. Hins vegar að þá gerum við okkur grein fyrir því að samgönguáætlun er ekki komið fram og það þarf að leggja hana fram þannig að við hvetjum bara þingmenn okkar á Alþingi að bregðast hratt og örugglega við þegar samgönguáætlun verður lögð fram og berum mikla von til þess að samgönguáætlun gerir ráð fyrir því að bæði Öxi og Fjarðarheiðargöng séu ofarlega á blaði þar og hægt verður að fara í framkvæmdir þar sem allra fyrst. Annars er hægt að segja frá því að á Seyðisfirði voru í lofti, það er búið að sópa götur, það er verið að gera klárt fyrir skemmtiferðaskip, Norræna kom í gær, full lestu af bílum má segja og ég held að sé óhætt að segja að sumarið er að koma. Takk. Takk fyrir. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sín og ég fel henni aftur fór stjórnfundarins. Takk fyrir það. Þá er skýrslu heimastjórnar Seyðisfjarðar lokið og forseti hyggst taka til umræðu liði 13, 14, 15 og 16. Er að ræða fundagerðir heimastjórnar Borgarfjarðar nr. 35, fundagerð heimastjórnar Fljótsdalshéraðs nr. 35, fundagerð heimastjórn Djúpavogs nr. 37 og fundagerð heimastjórn Seyðisfjarðar nr. 34 og ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel.